Þetta var hann 2018, þá byrjaði ég á samfélagsmiðlum og það bara hell of traction sem að kom með því og þaðan koma meðeigendur mínir og fundu meðeigendur mínir mig. Já. Þetta var bara DM á Instagram sko. Það var bara svoleiðis. Já, bara hefðu þú áhuga á að stýra vörðþróunarferlinu með okkur. Við verum að pæla hvort það geti verið cool að búi til skincare-merki og ég bara geðveikt. Bara Helga Sigrún Hermannsdóttir, eigandi Dóttir Skinn og stofnandi. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir að bjóða mér enga. Hvað varst að gera áður og ákveður að fara að stofna þetta eigið svona húðvörumerki? Já, ég rauninni byrja í, hvað var ég að gera áður? Mér líður bara svona sem ég hafi í rauninni aldrei gert neitt annað sko. En að vera í húðvöru dæmin öllu. Svona má eiginlega segja að ég bara sé búin að myndi segja mér svona tilenga lífið mínu þessi dæmin öllu. Ég byrjaði samt nú, kannski að reki þetta aftur í 2018 þegar þetta byrjaði allt saman. Þá byrjaði ég að tala snyrtivörur á samfélagsmiðlum. Já. Og bara efnafræði snyrtivara. Og svona fræða fólk almennt, tala efnafræðina, hvað í vörunum, af hverju þetta í vörunni, hvað sanngjarnt verð fyrir þessa vöru, fyrir hvert að borga. Já. Alls konar svona dæmi. Þetta byrjaði 2018 og þá ég námi í efnaverkfræði, bachelor. Og ég hef alltaf verið með svona húðvandamál bara frá því að ég var unglingur sko. Og að byrjaði svolítið þar sem ástæðan fyrir að ég fer á samfélagsmiðla að tala snyrtivörur. Já, og ert að leita kannski sjálf af snyrtivörum þá sem að ganga fyrir þig líka í leiðinni? Já, 100%. Já. Og ég raunin að bara svona að deila minni reynslu, bara ég er með ekni og þetta sem að virkar og ég í efnaverkfræði námi. Og ég bara svona átta mig svolítið svona á því, bara heyrði shit, það sem ég að læra í skólanum. Það svolítið svona á mjög vel við. Já. Og auðveldaði mér líka bara að læra þetta sjálf heima. Og það svolítið þannig, þegar þú ert í námi, það svona, þú ferði í efnaverkfræði eða eitthvað og það eitthvað svona típistar skál, eitthvað svona típiskar svona þú svona típiski starfsframar sem þú ferði út frá náminu eða svona ákveðnir hluti sem fólk að pæla að gera út frá náminu, svona eitthvað preconceived hugmyndir hvað efnaverkfræðingur gerir eða hvað framundan eftir nám. Og ég bara svona frekar ósammála. Ég hugsa og hef alltaf farið þá leiðirinn síðan þarna, 2018, að það sem að ég læri í skólunum, það sem að ég svo þekking sem ég fæ þar, hvernig ég exportinni í eitthvað sem að skiptir mig máli, það það sem Já, hvernig þú nýtir hana áfram. Nákvæmlega. Já. Og með hvað gleraugum kem ég inn í tíma og í náminu, með hvað gleraugum ég að horfa á hlutina. Einmitt, þetta mjög góð punktur. Já, það svolítið svona vindur bara upp á sig og ég endaði að fara í hagnýtt efnafræði til að læra meira. Já. Og einmitt þar, það bara svona, þú ert að fara í hagnýtt efnafræði, þú ert að læra eitthvað lyf, ég fórst á svona fókuserja sem lyfjafræðilega efnafræði. Það var svona hvernig tengist lyfjafræðilega efnafræði og efnafræði snyrtivara saman eða formuleita snyrtivörur, hvernig tengist það? Það bara, þú ert með lyf sem að fara á húð, þú ert með frumunar, hvernig virka, hvernig interakta af alls konar efni, hvernig þú hannar efni til þess að gera ákveðna hluti. Ef þú ferð inn í tíma með þá linsu bara hvernig tengist þetta snyrtivörum, hvernig get ég nýtt í það sem ég hef áhuga á. Já. Og þá getur þú nýtt námið í. Tengist allt einhvern veginn. En hvernig hvað varst að gera undan þessu sem leiðir úti að þú ferð úti í þetta námæntalega þá úti það ekki? Jú, ég fór í mastersnámi úti í hagnýtt efnafræði. En hvað varst að læra efnafræði líka þá í Íslandi á undan og byrjaði þar? Já, efnaverkfræði. Já, efnaverkfræðina. Já. En í rauninni hagnýtt efnafræði það var Masters of Engineering, þannig að ég verkfræðingur en ég líka efnafræðingur. Já, ok. Tæknilega séð. Já, þetta mikið nám. Mikið nám, já. En right up my alley. Já, dánum með að hafa valið þetta. Ekki spurning, þetta var bara nákvæmlega það sem ég þurfti á að halda og líka ég fór í rauninni í þetta nám til að gera það sem ég vildi gera sko. Það var
svolítið svona fyndið, þetta byrjaði hann á samfélagsmiðlum að ég eitthvað að tala snirtivörur og eitthvað og það bara stækkar ógeðslega hratt. Þetta bara gerðist in a split second. Einhvern veginn, bara fyrir að fá ógeðslega mikið fylgi og einhvern veginn byggja upp eitthvað ákveð credibility. Og þá hugsaði ég bara, þetta bara make a sense. Allt við það make a sense. Bara ég ætla að halda áfram á þessari braut og ég hef ekki litið tilbaka síðan, sko. Þannig að þetta hefur í rauninni verið bara svolítið sett in stone að Dr. Skin var það sem ég var að fara að gera. Já, einmitt. Löngu áður en ég stofnaði Dr. Skin. Já, en var það einhver svona draumur þegar þú varst yngri að vera með þetta í fyrirtæki? Já, alltaf. Ég hef verið svolítið svona... En hvaðan kemur það? Einmitt. Það ógeðslega góð spurning. Ég held að það komi bara, pabbi minn var alltaf í einrekstri. Já. Og svolítið svona, ágætlega lík hvað það var þar að kannski svona erfitt að, erfitt að segja ykkur hvað við að gera. Já. Það svona týpur sem að vilja fara okkar einn leið. En ég myndi samt segja, sko, að þetta mentality sem að þarf einhvern veginn til að fara og gera svona hluti og bara sjálfströsti sem þú þarft að hafa og svona þetta delusion og ákveðin hvatvísi líka sem þú þarft að mikil hafa. Mikil hvatvísi bara þú veist ekkert út í hvað þú ert að koma þér. Já. Og svo að geta brugðist einhvern veginn við, þetta kemur svolítið svona frá held ég dansinum. Ég var í dansi þegar ég var lítil. Þú varst yngri? Ég var yngri, já, nákvæmlega. Frá 4 til 16 ára. Gekk mjög vel. Var 8 aldrei íslandsmeistari og bara svona alltaf verið svolítið svona all or nothing típa. Já. Og vilja svolítið svona fara mína einn leið, I guess. Og hvatvís líka þá væntanlega? Hvatvís, ógeðslega hvatvís, bara með bullandi ADHD, athygli út allt, einhvern veginn langar að gera allt. Ekki dofhugsa, tengir ekki við það? Jú, alveg, ég tengi alveg við það. Líka við það. Ég tengi líka við það, það kemur svolítið svona eftir á. Já. Það er þegar búin að framkvæma kannski. Nákvæmlega, það er þetta, maður er hvatvís og maður gerir bara hlutina. Já. Og sem er geðveikt þegar þú ert í svona startup business og þú ert einhvern veginn að reyna að gera svona hluti. Það er geðveikt að gera þér enga megin grein fyrir sko hvað þú ert að koma þér út í. Þetta er bara framkvæma og svart í einu stendur að þú bara shit. Það var ekki alveg það sem ég sá fyrir mér en ok, bara hvernig bregst ég við. Já. Og þá getur komið inn svona, er ég að gera rétt bara, er þetta galið eða þú veist, hvað er ég að gera bara, nei, veist það, fuck it, ég er bara eiginlega bara komin of langt. Þú er hugsað þetta oft? Já, ég elska mín þetta er bara einhvern veginn eðlur partur af þessu fyrst mér. Já, þetta er ekki merkjum að þú sért á réttri leið. Þú hlýtur að vera í það áfram ef að... Já, 100%. Það er alveg góða punktur, sko. Það er ákveðin list að læra að finna hlutinir óþægilegir og gera það samt, sko. Já, geta verið í óvissu og annað, sko. Vart ekki að vera með öll svörin. Nákvæmlega, og vera bara í óþægindunum og treysta sér, það er nefnilega alveg sjúklega mikið sjálfströst þess að fara út í hlutinu og treysta því að maður geti tekið við því sem koma skal, skilur. Fattar það bara, þú veist ekkert hvað kemur til þín, svo kemur það bara og þú treystið bara til þess að klára og gera hlutina. Já. Og finna út þeim. Það er svolítið svona, ég held að það sé superpowerin líka við að vera með svona mikið ADHD. Það er svona, maður hefur komið sér í alls konar aðstæður í gegnum æfina þar sem maður er bara eitthvað, ok, núna þarf ég bara að fokkin redda mér. Bara... En það hljómar eins og þú sér mjög meðvitað þetta og sért að nýta þetta frekar sem styrkleika heldur en að láta þetta allt eitthvað aftur að þér. Þetta er styrkleiki, sko. Já. En á sama tíma getur maður líka orðið stundur svolítið þreyttur. Já. Þreyttur á því að vera svona, já, ok, shit, ég hef kannski átt að undirbúa þetta aðeins betur, að núna var ég aðeins og hvatvís og aðeins og snögga á mér, en það er bara, ég veit ekki, ég er bara take it with grace. Það er ekki bara málið það? Jú, og vera bara unapologetic. Vera þú sjálf. Já, bara vera ekkert að afsaka hvernig maður gerir hlutina, hvernig hlutin er æxliðist. Það er bara taka á kassan. Það er bara rétt, sko. En flestir náttúrulega færi svona nám eins og þú fórst í og eru bara að hugsa hvað
hver get ég unnið, hver get ég fengið vinnu. Já, nákvæmlega, bara nákvæmlega, bara í hvaða efnaverkfræði starf ég að fara í eftir. Já, hvað það sem að tekur við, sko, en þú varst alltaf bara eiginlega bara frá byrjun og mér sáður fórst í námi bara vissi nákvæmlega að þú vildir fara og búa til þetta eigi. Og hvernig svona ferli við það að fara svo og búa til sína eigin vöru? Það mjög kaotískt. Já, ég trúi því. Fólk spyr nefnilega einmitt ógeðslega oft bara eitthvað, hvar byrja ég? Þú veist, ef að mér langar að gera eitthvað svipa, hvar er ég að byrja? Ég er bara svona, I don't fucking know. Bara, ég hef ekki hugmynd, þú veist, og jafnvel núna, þá er ég bara eitthvað svona, veist það, ég veit bara ég líki hvar er best að byrja. Það er bara að byrja. Já. Og svo fattar það bara að þú ert bara komin á 5. level, þegar þú hefði kannski bara átt að taka fyrsta, levelið fyrst. Já, og þá ertu bara komin á level 5 og þú þarfst bara að segja, heyrðu, ég er að taka 5 skrif tilbaka og reyna aftur og svo er þetta bara ítrun og þú prófar. Mér finnst sko allan að minni reynslu, fólki sem spyr mest sko hvernig ég byrja að gera, veist, hvernig fer ég á stað, það er fólki sem framkvæmir ekki sko. Það er einmitt ofugsa, allir þeir sem að fara raun í stað, þeir spá ekkert í þessu. Nákvæmlega. Svo bara eins og þú nefnir þá ertu bara komin í vesen og hvati sem kannski búin að taka yfir, en það er náttúrulega það sem er að fara að koma þér áfram sko. Ég er alveg sammála, það er ekkert endilega slæmt að vera hvati sko. Það er hvað heitir þetta? Dunning-Kruger effekt, er það ekki það sem að kallast? Það er svona, það þekki ég ekki alveg. Því meira sem þú veist, því meira áttar það á því að hvað það er lítið sem þú veist. Já. Og því minna sem þú veist, því minna gerur þér grein fyrir hvað það er mikið sem þú hefur ekki hugmyndum. Já. Þannig að þegar þú ert að byrja og þú veist ekki jack shit, og þú veist ekki hvað snýr upp niður niður, gerur þér ekki grein fyrir hvað það er margt sem að er þarna, sem þú þarft að vita, sem þú þarft að gera og sem þú þarft að græja og geta framkvæmt. Það er líka bara svolítið blessing sko, svona ignorance is bliss. Já, það er nefnilega málið sko. Það vita ekkert hvað maður stendur frammi fyrir en bara gera það samt. Já. Og þá einmitt bara að treysta sér til þess að takast á við það þegar að því kemur. Já, það er mjög góða punkt. En hvað svona, þegar þú ert í þessu námi, ertu þá að byrja að þróa þín eigin vörur eitthvað? Sko, nei, ég reyni ekki sko. Þetta var 2018, þá byrjaði ég á samfélagsmiðlum og það bara hell of traction og athygli sem að koma með því og þaðan reyni koma meðeigendur mínir og fundu meðeigendur mínir mig. Já. Þetta var bara DM á Instagram sko. Það var bara svoleiðis. Já, bara hefðu þú áhuga á að stýra vörðþróunarferlinu með okkur. Við verum að pæla hvort það getur verið cool að búi til skincare-merki og ég bara geðveikt. En þá hefði ég líka sett í story bara, ég ætla að búi til mitt eigi skincare-merki. Já. Og hafði svarað einhverju, ég talaði um þetta á fyrirlestri á ÖK daginn, að hvernig maður á að tala drauma sinni uppátt. Bara sá fræjum með því að tala hlutin uppátt. Já. Ég talaði bara það uppátt og sko fyrir fram með mörg 1000 manns á Instagram og svaraði einhverju spurningabóksi eitthvað, hvar sér þið fyrir eftir 5 ár? Svona típist. Og ég sagði bara, ég ætla að stærsta snitthjóru merki á Íslandi. Já. Það var, hvort það hafi verið í apríl 2020, eða fyrr, mars 2020 og 2001 fyrir ekki. Og Gísli sem að stofna þetta með okkur, hann hafði samband við mig í júní. Já, ok. Bara langaði að stofna það snitthjóru merki fljótt að gerast. Já, þú veist, þetta er bara að sá fræðum, bara tala hlutina upphátt og koma hlutinni svolítið bara til þín. Já, varst ekkit hrædd við það? Nei. Alveg óhrædd? Alveg óhrædd. Já. Ég bara, þegar ég langar eitthvað svona mikið að þá auðvitað kemur svona, ég kalli þetta berskjöldina þingu, af því það er berskjöldandi. Berskjöldina þingu? Já, af því það er berskjöldandi að segja við einhvern með dreymur um að gera exið að setja. Þá ertu mjög mikið svona... Þú ert opnaði? Þú ert opnaði og þú ert líka að bjóða upp á það að fólk segja við þig, heyrðu, þetta er galið pæling. Eða bara, þú ert búin að segja þetta upphátt og svo fylgist, eða sér fólk að það verður aldrei nýtt út úr þessu. Það er líka svona ákveðin skömm eða svona berskjöldunar tilfinning sem maður fær og ég fekk það alveg þegar ég var búin að posta þessu í stóri fyrir mörg 1000 manns að sjá. Ég ætla að eiga stærsta snitthjórubrand á Íslandi eftir 5 ár. Já. Bara með Bíóeffekt og Blálónið á markanum skilur galið. En samt bara
ágætlega kókraust og bara vissi hvað ég vildi. Já, og þá kemur smá svona eftir og það var kannski aðeins svo mikið. Bara læra að segja bara fuck it, það skiptir engu fokki máli. Já, hvernig fannst þér ekkit erfitt að því að þú ert náttúrulega mjög áberandi á eins og samfélagsmiðlum og TikTok og held ég líka Instagram, ég var alveg að sé það á TikTok og ert mjög svona einlæg. Já, finnst þið það ekkit, er það ekkit svona erfitt? Nei, það er mér mjög eðlislegt. Það er bara eitthvað sem búin að venja það á. Já, ég hef bara alltaf eiginlega bara verið þannig, wear my heart on my sleeve, sko. Já. Og ég finnst bara, ég á því, sko, þú getur ekki tapað ef þú ert einlægur, þú ert bara þú sjálfur, sko. Það er ekki hægt að tapa þannig. Nei. Bara er engar aðstæður þar sem að þú getur mögulega að koma út sem lúserinn í alvörinni í þeim aðstæðum. Þú veist, ef maður kemur sem maður sjálfur, kemur bara til dyrinu sem maður er klæddur og maður er bara einlægur, segir hlutina sem þeir eru, bara maður sjálfur, og þá ef að það er eitthvað sem gengur ekki upp eða þú fær eitthvað mótlæti eða eitthvað, þá er það bara, það var ekki ætlað að vera. Og þá stendur þið samt upp sem séu við að því þá bara bara eitthvað annað, skilur. Það er þetta bara höfnin þarna en hér á þessu sviði og í einhverju öðru það er það bara svona leiðbeinandi í rauninni. Og ég bara ég veit það ekki, það er bara við langar einhvern veginn líka bara að tengjast fólki eðlilega. Ég hata allt svona leikrit, svona eitthvað falskt ímyndar dæmi. Ég er bara það á illa við mig og það lætur mig líka bara að líða frekar illa, sko. Þú veist, ég verð bara frekar svona kvíðin þegar ég er búin að vera í einhverjum svona gýr, einhverjum svona súdó einhverjum svona súdó, ég veit það ekki, projection á einhverju fölsku glansmynd. Já, einhverju glansmynd. Að þá er ég líklegri til þess að fá eitthvað svona ofugsaða svona, nú er fólk halda að ég sé svona en ég er ekki svona og þú veist að fólk á eftir að komast að því. Já, einmitt. Er það ekki kannski ástæðan okkur búin að ná svona miklum árangri eins og á samfélagsmiðlum sem að hefur náttúrulega bara hjálpa vörumerkinu hjá ykkur, sko? Það er náttúrulega bara verið bara grunnurinn að þessu öllu saman. Það er bara, þú veist, að vinna sér inn traust líka. Þú veist, þegar ég byrja mitt þannig 2018 á samfélagsmiðlum og ég er að tala þú veist, snyrtivörur og eitthvað og það sem ég fann mest fyrir að fólk var svona hvað þetta er frískandi hreinskilni einhvern veginn allt saman. Ég sagði bara, ég vil ekki fá borgað fyrir neitt, ég tek ekki fyrir greiðslum fyrir eitthvað sponsort dæmi á einhverjum snyrtivörum sem ég er að fá gefins. Af því þá finnst mér ekki geta að koma til dyrina eins og ég klætt og sagt nákvæmlega það sem að mér finnst. En ég til í alls konar önnur samstörf. Ég setti það bara út, skilur og ég sagði bara, það er ekki séns að einhver sé að fara að borga mig fyrir einhverjum umfyllinu einhverjum snyrtivörur að því ég vil geta. Því þá mér finna pressuna. Já. Og þá sér fólk líka að þetta fá þig fyrir eitthvað, sko. Einmitt. Þú veist, fá þig til að tala um eitthvað, sko. Nákvæmlega, þetta kaupa missi kannski traustið, sko. Einmitt, og það var held ég það sem að svolítið svona byggði upp bara mjög sterkan grunn af einhverju svona credibility hjá mér fyrir utan alltaf menntunina að þá var fólk einhvern veginn svona já, ok, þú veist, Helga segir bara það sem er satt, eða skilju, hún bara segir hlutina eins og þeir eru og já, það er bara einhvern veginn þetta dæmi allt saman lagði bara ógeðslega sterkan grunn á allir sem ég er að gera í dag og bara mjög mikið partur af því sem að bara basically þetta snýst allt þú veist, fólki sem voru fyrst til að kaupa og hafi verið diggir stuðningsaðilar og aðdáendurinn og gæsilega á Dr. Skinner, fólki sem búið að vera að fylgjast með mér síðan 17. Súrkal, skilur, bara fólk sem hefur einhvern veginn verið að fylgjast með allan tíma og svona, vá, ok, bara þú ekki gerðir þetta, sem er ógeðslega cool og ég elska að hafa fólk einhvern veginn með manni. Og fólk vill líka vera hluti á þessu fólk á tímum samfélagsmiðla þar sem allt er einhvern veginn aðgengilegt og er allir einhvern veginn að deila einhverju á samfélagsmiðlum og þá held ég að fólk kunni mjög mikið með þetta svona ákveðin hráleika
bara innlægni. Já, einmitt, innlægni og bara að vera stundum svolítið rá og bara vera nákvæmlega eins og ég og þeir sem að fíla það ekki og vilja ekkert með að hafa, þá er það bara eins og það skilur. Já, þetta er mjög góða punktur, sko. Já. Alveg klart mál. En hvað svona fyrsta varan sem að þið byrjaði að selja, það er sem sagt sólovörnin. Hvað voruð, þú veist, eins og hvenær byrjaði að þróa það og hvernig var ferli við að koma þeirri vöru frá hugmynd og í hillurnar og fá fólk til að nota þetta? Já. Þegar fyrir mig svona, þú veist, ég skil ekki hvernig svona vörur eru uppsettar, ég veit alveg hvernig markasetning og sala virkar, en hvernig svona býr til vöruna, sko. Einmitt, það var náttúrulega mjög gott að vera efnafræðingur. Já, það hjálpar til, sko. Vinna við það nákvæmlega. En ég náttúrulega, sko, þú veist, þegar við byrjum á þessu þannig, 2001, og ástæðan fyrir því að vildi gera sólavörn, að ég vildi gera sólavörn, var út af því að ég fekk hérna frumubreitingar í hérna fæðingabletta á löppin á mér og það var bara svona bara smá svona sjokk, bara what, ok ég hérna fara eins að pæla í því hvað ég að gera, bara hætta fyrir ljós og Já, varstu mikið að fyrir ljós? Já, svona, allir voru svona að gera í þann hana, 7 myndir í sælunni í gömlum bekk að fór ég svona að pæla í sólavörnunum og ég finna það svona vakti einhvern veginn áhuga minn þetta obsession á sólavörnum og sólavarnavísindin eru mjög flókin sem er það sem að mér finnst geðveikt. Ég fucking elska að átta mig á því hvað ég veit lítið á sama tíma og ég einhvern veginn er farin að veit óslega mikið, því dýbra sem þú ferð því meira áttur á því hvað þetta er flókið dæmi að gera en það bara, þú veist, það byrja bara því að maður er bara að kokka alls konar og pæla og maður er að benchmarka og maður er að hugsa, hvað vil ég hafa í þessu og hérna vil ég vera með steinefnasólavörn eða vil ég vera með kemíska sólavörn og hver er munurinn þarna á milli? Sko 90% af öllum sólavörnum sem þú verður að notað og flestir bara þeir sem eru að horfa eru kemísku sólavarnir þær eru svona auðveldra að vinna með frá svona efnafræðilegu sjónarmiði heldur en steinefnasólavarnir eru þó í raunum fast efni það eru hérna sinkóxíð og títanumdíóxíð svona flóknara að vinna með og almennt svona fer betur í viðkvæma húð, fer til dæmis betur í börn, fólk sem er rósóða, XM og hugmyndin var að reyna að búa til vöru sem að henta þessum, þú veist, hérna breiðustum sem stærsta markmið. Já, bara eins sem stærstum hópi og hægt var og þarna hafði Annie verið nýbúin að eignast barn og það var svona mjög upptekin af því að allt var rosalega hreint og örugt að nota og eitthvað. Já. Og það búið að vera einmitt mjög áberandi í umræðinni hvað kemískar sólavarnir gætu mögulega haft eitthvað svona hormonaraskandi áhrif finnst í ykkur blóðstreyminu og alls konar svona og þá var bara tekin ákvörðun að við skildum vinna með steinefnasólavarn til að byrja með allavega. Já, maður er alltaf að heyra eitthvað svona sólavarnir, þú veist, þú átt að vera að setja þetta á þig, allan á sér hring og þú veist hvernig þú átt að nota þetta og annað sko. Einmitt, nákvæmlega, og það er bara þannig sko. Er það rétt, átt að vera alltaf með sólavarn? Sko, alltaf smá öðruvísi þegar maður er frá Íslandi sko. Það er kannski ekki endilega að nota hana allan á sér hring ef að þú ert ekkert sérstaklega upptekin af því að koma í vekk fyrir öldrun húðarinnar en við tölum þú ert með ÖVF-geislun og þú ert með ÖVF-A A for aging og þú ert með ÖVF-B, B for burning B er það sem er sterkt á sumrin þegar sólin er sterk og það er heitt þá brennur og fær lit en ÖVF-A það er viðhelst allan á sér hring þannig að þú ert með og það kemst í gegnum ský, það fyrir gegnum gler og það veldur öldrun húðarinnar og það veldur líka DNA-skemmdum á bara dýpra leveli í húðinni heldur en ÖVF-B. Þannig já, þú veist, ég nota sólavörn allan á sér hring, keep it, trying to keep the skin young. Já, heldur þú sé mikið munur ef maður gera það? Já, það er klárlega munur. Það var nokkuð orðin of seint til að byrja það? Nei, það er aldrei of seint, en líka bara eins og svona litablettur í húð. Já. Mjög margir sem að taka eftir ég svolítið svona seint og fara þá að reyna að fara í eitthvað svona leysera og einhverja sýrumeðferðir og eitthvað því þá ertu komið með einhverja litabletti út af
útsetningu fyrir UV-geislun og bara vera í sólinni og ekki að nota börn og þetta hrukkurnar en já, þá verður svolítið svona seint í rassinn gripið, þannig að það er betra að byrja fyrir heldur en seinna. Byrja sem fyrst, já. Bara byrja í dag að nota sólarverðin allan ársins þá þarf ekki endilega að nota 50. Nei, ja, þið eru með 50. Við erum með 50, en ég mæli með því að allir gera það. Já, er ekki 50 svolítið hátt? Það er frekar hátt. En já, við bara upphaflega hugmyndin var náttúrulega að við myndum búið til sólarverð fyrir íþróttafólk. Fyrir íþróttafólk? Já, því að Anni og Katrín náttúrulega crossfit. Já. Pælingin kom þar inn og það náttúrulega keppa úti í Texas á crossleikunum og eitthvað. Þá vilt ekki að hún leikinir í augun og sviði. Já, einmitt. Þannig að þú veist, þetta virkar mjög vel fyrir þá sem eru og er frábært fyrir þá sem að svitna mikið, fara út að hlaupa eða þurfa að æfa í miklum hita. Og líka bara fyrir þau sem eru með börn. Er þetta þá svona, þetta er vatnselt þá eða? Já, eða vatnstólið, já. Vatnstólið, það er ekki alveg hægt að hafa vatnselt að Nei, nákvæmlega. Og það verður svona áhugaverður áhugaverð beygja, sko. Þú veist að pælingin var fyrst bara fyrir íþróttafólk, eða ekki bara fyrir íþróttafólk, en svona fókusin var á íþróttafólki. Og svo hefur komið einhvern veginn bara með feedbackinu. Það var bara, heyrði, já, fólk notar þetta á börnin sín út af því að þegar þau farið síðan út í sjóinu og það var svona típist að tárin koma, fara upp á sjónum og því að sólarverðin leikur í augun og svíður. Það getur oft reynst strempið að fá börnin til að vilja setja sér sólarverðina en að þau elska að nota þetta á börnin sín sem er svona mjög áhugavert svona eftir að þetta komið út á marka og svona, já, ok, actually, það er bara geðveikur punktur. Ballismanniski hafi ég ekki kannski hugsað fyrir þessum punkti nógu vel, en þetta er bara mjög áhugavert. En já, svo er náttúrulega bara þetta að byrja á því að þróa þetta, finna nákvæmlega hvað það er sem þú vilt gera og síðan að finna framleiðanda, það er ógeðslega erfitt og finna einhvern til að skala upp. En þegar þú ert að þróa þetta, þá ertu bara í svona stofu, þú veist, eitthvað vísindastofu, eitthvað svoleiðis bara í slopp bara. Og þá var ég náttúrulega í námi með aðgang að bara öllu sem að og var hélt áfram með þær rannsóknir sem við fengum síðan styrk fyrir, þannig að hjá Tækniþróunarsjóði 2004 fengum sprota til þess að ég geti haldið áfram með bara rannsóknarvinnu sem ég er búin að vera að vinna í tengt sólarverðnum. Já. Það er mjög áhugavert. Það er mjög áhugavert, þannig að þetta var það líka, það var svona surprising líka, kom mjög óvart að við fengum styrkin. Það var út frá masterrannsókninni minni. Já. Það var svona framhaldið á því. Það er mjög gott hefur vantilega hjálpað helling til á þessum tímapunkti. Klárlega. Að koma þessu, hrinda þessu ennþá hraðara stað þá. Nákvæmlega. Við náttúrulega byrjum í Bandaríkjunum. Byrjum að gefa út þar. Já, byrjuðu þar. Já. Og við bara, þú veist, sólarverðnin við ætlum ekkert að byrja á Íslandsmarkaði sko fyrir í sumar. Núna í sumar. Já. Við gáum út sólarverðina 2004, sumar 2004, þannig þetta 3 ár í vöruþróun. Fórum í gegnum FDA, fórum í gegnum kláruðum að uppfylla allt regluverkið þannig í Evrópu. Og núna fór ég að skilja hvað svona hafði enginn búið til sólarverðin á Íslandi áður, af því þetta er bara sjúklega strempið. Ferli og mjög flókið, þetta er ekki svo búið til rakakrem eða eitthvað. Já, af hverju svona mikið á sólarverðina? Út af því að hún þarf að standast svo ógeðslega strangar kröfur. Þú getur ekki sagt að nema þetta virki eða nákvæmlega, þú þarf að fara ekki ógeðslega margar klínísku prófanir. Já. Og þið byrjuðu bara á þessu. Þið fóru bara í mögulega flóknustu vöruna til að byrja með. Mögulega, þetta er bara klárlega flóknusta varan af öllum til að búa til. Já. Og kostnaðarsamt líka, þannig að það var svona eiginlega bara í hálfu bara midway through þá var maður svona ok, það hefði kannski verið skynsamlega að byrja á einhverju öðru sem byrja á rakakremi eða eitthvað. Byrja á rakakremi, fá tekjur inn, þá er þetta kannski aðeins auðveldara ferli, en svo bara, einmitt eins og ég segi, maður veit ekki út í hvað maður er að koma sér. Nei, bara dempið sér út í. Dempið sér út í þetta og svo bara allt í einu þá er þetta bara, ok, það er kannski verið skynsamlega að byrja á annarri vöru árum að byrja að vinna í sólarverðinni. Ég sé ekki eftir, af því að sólarverðinir eru svona my special interest. Já, það er svoleiðis. Já, bara mér finnst það geðveikt, ég elska það. Já,
Já, ég meina góða við að náttúrulega byrja á flóknustu vörun að það svolítið brekka í byrjun en það var allt nákvæmlega, gerist allt auðveldar eftir það sko. Nákvæmlega. En hvernig finnst þér svona fólk almennt svona neytendur, þú veist, meðvitaður þetta, þú veist, eins og að nota sólvörn? Já, bara kannski, þú veist, þeir fara út í búð og sjá sólvörna sem þeir eru með og einhver aðra sem Nivea eða einhver önnur vörumerki sem kannski þá, ég myndi áætla miklu ódýrara, þessi meðvitaður hvað að setja á sig og hugsa út í það. Sko, mér finnst það var svolítið breyst með tíð og tíma sko, og með samfélagsmiðlum líka og fólk fara að vera meira vart það svona í umræðinni, bara heyrði já ok, það er ekki alveg sama hvaða sólarvörn ég nota eða þú veist, ef ég er með XM eða rósróða, bara típist ég fæ alltaf bólur að ég nota sólarvörn eða ég enda alltaf með útbrot eða viðkvæmi kringum augun og þau svona, mér finnst markaðurinn almennt farin að vita svolítið mikið meira. Já. Og þar ég hef alltaf sagt, þú veist, það er geðveikur kraftur í því að neytandi viti meira og þess vegna hef ég líka staðið fyrir því að það er einu sem ég get að fræða. Og ekkert endilega taka þátt í svona hræðslóður árári, bara þú farið krabbamein að ég nota kemískar sólarvörnir, þú þarft að nota mína. Steinandi sólarvörn. Að þú frekar að segja bara, þú veist, ég skil hræðsluna eða ég skil áhyggjurnar með hormónuraskandi áhrifin. Lemur að segja hvernig steinandi sólarvörnir virka og meira svona nálgast af einhvers konar mildi. Af því að mér finnst bara mikið að vera heiðalur, skilur. Það náttúrulega fræða viðskiptin. Klárlega og það er bara hellar kraftur sem liggur þar sko. Af því að snirtivörur eru svona, eða sérstaklega húðvörur, þær eru flóknar. Fólk veit ekki alltaf hvað það endilega er að kaupa. Og það er líka erfitt að búast við því að fólk viti endilega, þú veist, geti eitthvað farið og upp í hillu og er ég ætla að bera saman þetta serum og þetta serum eða ég ætla að bera saman þessi hér sólarvörn og þessa sólarvörn, ég get gert það sem efnafræðingur. Já, og veist hvað er í þessu? Ég veit hvað er í þessu og ég veit hvernig þetta virkar og ég þekki efnin, þekki regluverkið, þannig að ég veit, þú veist, að ef þú segir þetta fram á túpuninn að þú ert að uppfylla þessa kröfur eða af hverju hlutinir eru svo eru, en almennur neytandi veit það ekkert endilega. Nei. Og þá er einmitt geðveikur kraftur í því að fólk viti meira. Já. Og það breyttist mjög mikið þegar The Ordinary kom út á markað. Vistu hvað The Ordinary er? Nei. Það er svona mjög, við köllum þetta ingredient based húðvörur. Þá er þetta svona þau niður njörfa vörunar niður í bara mjög fókuserað þar sem að varan fókusir á eitthvað eitt innihaldsefni. Þá ertu bara með hyaluronik-sýru serum eða þú ert með alfa-albutrein eða man ekki hvað þetta heitir serum, bara eitthvað mjög specific virkni og þá fór svona markaðurinn pínu að breytast og bara markaðsetning almennt og þú veist að markaðsetja meira með því að tala innihaldsefnin, tala virkuefnin, af hverju það gerist. Bara svona, ef þú skoðar markaðin fyrir það, þá var það ekkert mjög endilega augljóst. Það var bara anti-aging, hydrating, en ekki endilega verið að tala innihaldsefni sjálft. Er ekki svolítið bara þessi stóru brönd sem að eiga svolítið bara hillunar í þessu? Klárlega. Og almenni neytandi, hann veit ekkert betur, hann bara þekki merkið á sér umbúðum. Hann þekki merkið nákvæmlega og kannski heyri frá vinum eða vinkunum hvað þau eru að nota og hvað virkar. En það er bara, það er pínu búið að breyta svona kannski svona síðustu 5 ár. Neytandinn er farin að vita meira. Er það ekki TikTok og samfélagsmiðlar og þetta, það fólk sem er eins og þú sem er að útskýra hvað er að gerast? Jú, ég held það. Já, það er bara, það er rétt sér og bara þegar það kemur einhver svona jarðýta út á markaðinni eins og The Ordinary að þá fara hinn bröndin líka að aðlaga sig, fara að vera svona, heyrðu, ok, núna þurfum við að fræða meira, vera meira tala innihaldsefnin sjálf, því núna skiptir ekki bara máli að vera með einhver
einhver flottar umbúðir eða eitthvað. Einhverja flottar umbúðir eða hérna segja réttu hlutina framan á umbúðunum, ég þarf að geta sýnt fram á það að ég er með hérna innihaldsefni sem að virkar. Já, einmitt. Þetta er samt tvíeggja sverð, sko. Já, ég get ímyndað með þessi svolítið fín lína, sko. Það er fín lína. Já. Því að hérna þá er líka mjög auðvelt að fara út í hérna hella markasetningu á hérna einhverjum innihaldsefnum. Svo er það kannski bara með snefilmagnaði, skilur. Já. Í vörunni, þannig að þetta er svona tvíeggjasverð sem er ástæðan fyrir að það er bara eins og ég segi, krafturinn liggur hjá viðskiptamönnum, það er bara því meira sem hann veit því betur mun mér ganga af því að ég er að gera þetta af einhverjum heilindum og já, því bara bara fræða viðskiptaðan svo hann getur tekið betra ákvörðun fyrir sig. Nákvæmlega upplýsta ákvörðun. Já, og ef hann vill, ef hann metur þetta að taka eitthvað sem er betra fyrir sig og er tilbúin að borga þá væntanlega meira myndi ég halda. Já, við erum samt í rauninni bara mjög hérna samkeppnishæf. Já, á verðum. Sko. Hvað er þetta? Er þetta framleitt einhvers staðar út eða er þetta framleitt í Íslandi? Já, þetta er framleitt í hérna Bandaríkjunum. Í Bandaríkjunum, já. Af því að pælingin var náttúrulega við þurfum að fara gegnum FDA. Já. Þar eru sólarvarnir sko over the counter lyf. Já, það er svoleiðis. Sem er galið prósess. Basically bara svona eins og íbúfen, skilur við, sem er bara selt. Væntanlega lært svolítið mikið að fara í genið þetta. Fáránlega. Það voru vikina, voru alveg tár, sko, stundum. Það sem mamma bara, ég veit ekki hvar þetta mun enda og bara hvernig, af hverju kom ég mér út í þetta er allt og mikið. Síðan bara mjögast áfram, bara að gera lítið í einu, læra að spyrja eftir spurningana, finna rétt af fólki til þess að hjálpa sér. Og já, svo bara treysta sjálfum sér til þess að læra. Já, alltaf að læra eitthvað nýtt. Alltaf að læra eitthvað nýtt. Það er bara partur af þessu. En þegar þú ert búin, sem sagt, þegar þú þróa vöruna, þá veistu nákvæmlega hvað þú vilt hafa í henni. Svo væntanlega ferðu og þróar einhverjar pakningar og annað. Og svo ferðu og finnur bara framleiðendur sem eru þá bara sérhæfast í þessu þá í Bandaríkjunum. Já, það gerist í rauninni fyrir það sko út af því að þú þarft að ég get ekki þróa pakningarna nema að vita nákvæmlega. Já, hver er að fara að framleiða og annað. Já, bara hvernig hérna, hvað kröfur hún uppfyllir og svo þarf að ídra formúluna eftir því hérna, bara ef við segjum hérna við viljum vera með UFA-hringinn og ef við náum ekki þeim prófunum og þá þarf að breyta formúluna þannig að við náum því. Þannig að þú þurftum að fá aðila með okkur til þess að skala upp í rauninni framleiðsluferli. Það er ekki að sama blanda eitthvað í glasi og síðan að fara að búa til í 20 lítra töngum og passa að uppfylla allar kröfur. Og ég hef ekkert endilega, og ekki ennþá í dag, ég er ekki með GMP hérna rannsóknastofa sem ég get gert allar þessu prófanir sjálf, ég er alltaf að einhver fyrirtæki sem að sérhafa síður já, nákvæmlega sem eru allar vottanir og það þarf alltaf að finna einhvern aðalega til þess að vinna með sér í þessu. Við vorum mjög heppin með að finna góðan aðalega í Bandaríkjunum. Svo er það bara máli. Fólk eru ofta eitthvað svona, já, hérna er það íslenska snyrtivöran, þetta er búið til í Bandaríkjunum, það er enginn hérna heima. Þetta er fyrsta íslenska sólarvörnin. Þetta er fyrsta íslenska sólarvörnin? Já. Þetta er bara langfyrsta. Það er engin... Það er engin eins og reynt? Nei. Þannig að, þú veist... Maður fattar það ekki. Nákvæmlega. Og það er sem er frekar huge, skilur við. Það er bara risastórt að búið til fyrst íslenska sólarvörnina. Já. Og þá þýðir það líka að það er engin framleiðandi hérna heima sem að kann þetta. Eða getur gert það sem ég þarf að fá frá honum og þá þurfum við bara og náttúrulega líka bara verð og annað svo að því þú veist getur verið með samkeppnisverð verð þá þarf náttúrulega framleiðat út í stærri einingu þar sem meðvæntanlega ódýrara heldur en á Íslandi sko. En það er það sem er mikilvægt við til dæmis eins og nýsköpunarumhverfið er að þú veist þá er hluti af því sem að við teljum vera verðmætt fyrir tækniþróun og sjóða fyrir ríki til þess að í rauninni styrkja það sem við erum að gera er að færa síðan þekkinguna heim skilur. Já. Þannig að þú veist, þetta er þekking sem er að færast heim og einn daginn þá munum við framleiða hérna heima mögulega ætla einn daginn að vera með geta staðið undir allir framleiðslu sjálf. Já. Það er bara hérna heima. Já. Einn daginn. Gefum þessu 15 ár cirka. 15 ár, það er góð tíma. Það er góð tíma, því ég er in it sko for the long run. Þetta er ekki eitthvað svona gæluverkefni eða eitthvað svona. Nei. Þetta er bara það sem við langar ekki. Já. Bara
leggja allt í sölunar. Ég flutti líka heim sko, núna í febrúar, bjóst út í Danmörku og var að vinna á rannsóknarstofu þar til þess að halda áfram með hérna rannsóknina mína. Fekk hérna útluta rannsóknarstofu frá gamla háskólanum mínum, D2, en flutti heima því að hérna ég bara þurfti að færa mig nær markanum og bara þetta var einhvern veginn komið á svona ákveðið flug og þá fyrst fyrir að setja alveg púður í Íslandsmarka og þá bara raukut upp í mars, apríl, komin í Lyfju, komin í Hagkaup og það allt búið að vera bara blúsandi siglingu síðan þá. Já, en það var sem sagt á þessu árið þá? Já. En þið voru byrjuð að selja sem sagt í fyrra, sumarið í fyrra? Aðal í Bandaríkjunum, við vorum bara með hérna á netverslunum okkar, bara, þú veist, lítið magna af hérna sólavörn. Það er erfitt að ná hilluplásið þar sko, í Bandaríkunum. Nákvæmlega, við vorum með online verslun fyrir Bandaríkjunum, það gekk mjög vel. En svo bara í rauninni Katrín og Anni fara út úr félaginu áramótin núna. Já. Þá var þetta svona, ok, Katrín var hérna, þú veist, bjó í Bandaríkjunum með Social Security, þú veist, sem var ástæðan fyrir að við gátum verið með rekstur í Bandaríkjunum. Og svo einhvern veginn þegar það hérna breytist, þá var þetta bara svona, heyrðu, ok, núna þarf bara að þá setja alvöru púður í Íslandsmarka. Sem var ástæðan fyrir ég flutti heim. Já. Og þá fóru hjólinn svona snúast af einhverju alvöru sko. Það gerist mjög hratt. Já, hefur ekki bara viðtökun að vera mjög góðar? Mjög. Já. Og hérna, ég er líka bara mjög þakklátt fyrir Lyfju að hafa svolítið svona tekið slagið með þér? Tekið slagið nákvæmlega og séð bara einhvern potential í þessu svolítið snemma. Það bara gerist allt mjög hratt eftir að Lyfja og bara já, hérna tökum inn þess að hérna veru. Já. Og gerist það mjög hratt og hefur svona domino-effekt. Já, einmitt. Það er náttúrulega mjög sérstakur markar í Íslandi, annarkvort ertu ekki að selja neitt eða að selja fullt. Nákvæmlega. Það er svona erfið millivegur sko. Já, það er alveg satt. En sem betur fer og þá hefur þetta gengið mjög vel síðan þá. Já. Og já, komin inn í Hagkaup, komin inn í Lyfju. Komin inn í Lyfju líka á Suðurlandsbraut. Já. Í Nómad Reykjavík og hérna vonandi verðum við komin inn í fríöfnina fyrir næsta sumar. Já. Það verður svona draumurinn. Það er mjög góð. Hvað er það þú ert þú sjálf að sjá alla reksturinn líka eða ertu með einhverjum partnera með þér í því? Hvernig er það? Sko, það er svolítið þannig þegar þú ert að byrja. Þá ertu svolítið með alla hattana. Já, alla hattaður í einu. Já, þá ertu bara þú veist, þá ertu að sjá fjármálin og þú ert að gera rekstraráætlun og þú ert að senda út reikninga en ég er líka að sjá dreifinguna og ég er líka að sjá merkingar og markasetningu, alla efnisgerð. Já, ég er svolítið að gera allt bara, þú veist, er í vöruþróunni en ég er með tvo meðeigendur, Gísli, þessi sem að hérna tengdi mig, Anni og Katrínu saman í upphafi. Já. Hann er meira í svona ráðgjafarhlutverki núna. Hann bara, þú veist, í rauninni hans stærsta hlutverk var að hjálpa að bara svona koma þess að stað. Já, koma þess að stað, nákvæmlega. Við verðum svona duglegir í nýsköpunar bransanum síðust árin. Og svo mamma hans, Sigrún. Já. Hún hérna já, er bara svona my fairy godmother, myndi ég segja. En hún alltaf býr úti. Hún býr í Miami. Hún reyndar að flytja til Spánar, ég veit ekki alveg hvað hún er í heiminum akkurat núna. Það er þetta fylgjast þetta við, hún er hérna alltaf á einhverju faraldsfæti. En já, þau eru svona með mér í þessu en ég er í Þú day to day. Já, bara frá A til Ö. Já. En þetta er komið á það svona gott skrið og þetta er farið að stækka það hratt að þú veist, ég finn alveg að þú veist, maður þarf að fara að stækka við teymið. Já. Og líka bara fá fólk sem er hérna ég segi alltaf ég er bara efnafræðingur. Þú veist, ég er bara efnafræðingur. Ég er ekkert endilega hérna best í efnisgerðinni eða best í að hérna sjá samfélagsmiðlana og þú veist að
ég ger mig grein fyrir hvar, þú veist, hvað lína liggur. Já, bara hvar mínir ekki vankantar, en bara, þú veist, hvar ég sterkust, sem augljóslega efnafræðin og vöruþróunin. Líka markasetning svona ákveðinu leiti að því ég andlit brandsins. Já. En það alveg klárt að það þarf að fara að við segjum maður svona að finna. Fara að leggja grunninn að því. Fara að leggja grunninn að því að stækka það eins. Já, byggja upp eitthvað teimi og þannig að þú getur fókusað ennþá meira á það sem þú ættir að vera að gera sko. Sem bara svona alvöru verðmætasköpun og rannsóknir og nýsköpunin og það já. Þannig að það svona stærsta áskorunin sem staðar núna? Stærsta áskorunin, já, klárlega að ég með aðeins og marga hatta. En það samt líka bara partur á prósessinu, þú veist, þegar þú ert bara, þegar það allt sem kemur inn, það fer í að fjárfesta, þú veist, í að stækka og gera meira og búti fleiri vörur, þá ekkert endilega svona til að byrja með mikið frelsi til þess að vera ráða einhvern inn eða borga einhverjum ógeðslega mikið þegar þú ert út í einhverjum verkefnum, þá fylgir það því bara svolítið að þú þarf bara að redda þér í alls konar hlutverkum. Já, einmitt. Sem að mér finnst eiginlega bara ógeðslega gaman. Það náttúrulega gaman, en það mjög margir sem geta missi í því og verið bara vinna 24/7 og verið bara one man army sko. Og svona brennur út á endanum. Já, það alveg rétt. Það skiptir í rauninni ekki máli hver það að því að þú ert eins og segir, þú veist nákvæmlega hver þínir styrkleikar eru, en ef þú getur ímyndaðir ef þú myndir segja með markasetning eða fjármálin eða eitthvað, þú ert 60% þar, mikið aðalega sem var 80-90, hvað þú myndir ná meiri árangri, félagið meiri árangri sko. Nákvæmlega, og það bara, það svona kemur bara, held ég svolítið með kaldavatninu, það svona, maður það líka að finna rétt af fólki til þess að vinna með. Já, það ekki gefið sko, en það tekur tíma og þetta þurfa að fara í genið nokkra sko. En ég líka bara ógeðslega spennt fyrir því að ég hlakka til að fá fólk sem bara, þú veist, virkilega góð í því sem þau gera. Bara svona eins og ég góð í því sem ég geri. Það svona, þar liggur svo mikill kraftur, þannig að það hlutinni ganga vel núna. En ég svona, það svo mikill potential til þess að gera svo miklu meira þegar að ég bara komið með jarðvítur í sínu sviði inn í það með mér. Hvort sem í markasetningu eða fjármálum eða bara í retailing. Það svona mörg járn sem að kannski svona óhömruð. Já, myndirðu segja að þú varir öflug í tölunum, fjármálum? Sko. Ég var að læra mjög mikið. Já. Fyndi, ég fór á fund með manni sem bara, held ég, þekktur fyrir að bara basically að vera bara besti retailer bara Íslands. Já. Sendur hann bara e-mail, sagði bara, væri þú til að hjálpa mér með rekstrarhaldinu mínu? Bara, ég veit ekkert hvað ég að gera. Bara alveg einlæg. Já, þetta var svona Jón Björns sem var forstjóri Magasín Nord og Bíófækt og allt það. Veit ekki af hverju, hvað fékk mig til þess að senda hann bara e-mail og spurja, en hann var bara til í þetta og hann sagði við mig eitt sem að svona stuck with me að ég segi já, en þú veist, ég bara efnafræðingur, skilju. Ég á ekki að vera endilega að sjá þessi fjármál og þú veist, og mér finnst það bara að þá ég búin að gera eitthvað rekstraráætlun út frá einhver sem að mér fannst bara make sense. Hann sagði þetta bara mjög gott og myndi það að það miklu auðveldara að fara úr raunvísindanáminu og yfir í fjármálin heldur en að fara öfugt. Þú veist að þegar þú ert með fjármála grunninn að reyna að fara yfir í raunvísinda dæmið svo miklu erfiðara. Þannig að þú ert ekki bara efnafræðingur, þetta kemur allt saman, bara þetta bara mjög flott hjá þér og ég var svona, ekki góð punktur. Ok, þú veist, þetta bara smá starffræði og ég bara mjög vön starffræði, bara ég verkfræðingur, þannig að það svona, ég myndi ekki segja að ég sé góð í fjármálunum,
en ég ágætlega varkár það kemur að peningum bara fjármálunum almennt og ég er líka bara dugleg að leita á náðir þeirra sem eru góður í þessu og sækja þekkingu já, bara spyrja þú veist, bara spyrja fólk bara, hvað finnst þér um þetta? Bara ætti ég að fá fjárfestinn? Bara ég komin á það level, þú veist, að ég ætti að fara í einhverju hlutafjárfestingu og bara, þú veist, þetta eitthvað að fara að ganga? Bara þora að spyrja fólk og það hefur reynst mér mjög vel og þá læri ég líka bara meira. En ég held að þú svona þegar það fer svona að líða á og þegar þetta fer að ganga svona vel að þá er mjög sterkt að ég sé búin að vera svolítið svona inn í öllu. Já, þekkir þetta allt. Að þekkja allavega eitthvað í öllu. Að það, ég held að það verði mjög svona vænlegt til árangurs einhvern tímann lengra í liðið. Það er maður að koma með svona alvöru teimi og svona alvöru batteri í kringum þetta. Einn daginn. Já, þú ert á leiðina þangað. Já, ég ekki spurning. Það er bara svoleiðis. Það bara kemur allt með kalda vatni. En mér langar frekar að what goes up must go down. Já, það er að hægir á lagið sko í öllu. Já, þannig að ég vil frekar fara hægar og stækka eins hægar. Já. Vera arðbær. Já, það er verða arðbær áður en ég fer í eitthvað. Finnst þið það skipta máli? Já. Annars sá ég bara að það getur bara sleppt þessu skilu. Nei, veist, í alvörinni. Það er svo ógeðslega mörg fyrirtæki sem að treysta á endalausu hlutafjáraukningu og standa ekkert endilega undir sér sjálf. Það eru með eru arðbær. Mér finnst bara mjög mikilvægt að þetta merki verði það. Já. Og ég held að ég hafi það svolítið svona frá stjúpappa mínum. Hann er með lampa. Bý upp í lampa. Og hann er bara, þú veist, búin að vera þarna síðan 1979, þú veist, gerir þetta hægt, gerir hlutina svolítið sjálfur, hann er bara, þú veist, hann er með puttan og ofan í öllu og hann bara lifir í þessu. Og þá er það bara, þú veist, gera frekar hlutina hægt, stækka hægt og frekar ná að einhvern veginn að lifa af. Það er svona væri held ég auðveldra fyrir mig að missa mig í spennunni og fara að fá inn alvöru pening að fara að stækka hratt og koma inn með eitthvað svona alvöru pressinsin á markaðinn en já, þetta er svona vand með farið, það er einhver svona fín lína sem mér langar að geta dansa. Já, það er góð spurning sko en núna eins og, þú veist, markmið er að fókusa bara á Íslands markað, þetta er náttúrulega vara sem er þú veist, það er náttúrulega eins og þú segir, það er náttúrulega komið að prófa eins og í Bandaríkjunum, miklu stærri markaður, 330 milljón manns þar sko, heldur en á Íslandi, en náttúrulega með mjög gott svona proof of concept en að heima þá. Já, sko, mér finnst einmitt, svona margir sem spyrja svona, já, hvenær ætlir bara í alvöru útrás og fara út og eitthvað, og ég er bara svona, veist það, mér finnst allir gera það sama, það er ógeðslega dýrt að fara út. Það er fáránlega kostnaðarsamt. Það er miklu meira svona trial and error heldur en þegar þú ert hér heima með minni markað. Það er aðeins auðveldra að komast inn og þú þekkir einhvern veginn hlutina hér. Já. Það er bara mjög kostnaðarsamt og erfitt að ná að staðsetja sig úti og ég er svona, veistu, mér finnst einhvern veginn allir fara svolítið í útrás geðveikt snemma og geðveikt uppteknir af alþjóðamarkaðinum. Þegar það er ógeðslega, það er í rauninni bara gata á markaðinu fyrir íslenskt merki sem er bara íslenskt snyrtivörumerki sem er bara þú veist, merki fyrir íslensk heimili, bara Íslendingin bara, mér finnst í mínum huga að þá er engin ástæði fyrir okkur það er ekki eitthvað íslenskt snyrtivörumerki og Dr. Skin verður það, þú veist ég vil að Dr. Skin verði bara, þú veist rakakremið til dæmis, eitt sem eitt daginn við munum gefa út vonandi á næstu misrum að rakakremi sé bara á 10-15% heimila, það sé bara svona basic af svona household name eitthvað. Household name, nákvæmlega. Það er ekkert íslenskt merki sem er þar. Nei, þetta er mjög góða punktur sko. Allir mjög uppteknir af túristanum og allir mjög uppteknir af alþjóðamarkaðanum. Ég er svona, ok, það er bara
það er eitthvað að fá út úr íslensmarkaðanum, og við erum bara, það er bara góð kaupmáttur hérna heima og við erum mjög góður neytandi, Íslendingar, við erum kröfuharður, en samt á sama tíma þá erum við bara drullu góða neytandi og mér finnst þarna bara geðveikt tækifæri fyrir dótturskinn til að vera bara svona household name og það er bara markmið og ef að einhver tíman þá er bara nægilegt rými og fjármagn og maður er búin að ná þessum markmiðum sem maður langar að ná á Íslandsmarkaði að þá sé bara eitthvað svona fullt rými til að fara kannski til Skandinavíu eða eitthvað í Bandaríkjunum eða Kína eða eitthvað kannski, en það er ekkert eitthvað sem að ég er beint að horfa til akkur núna, ég er bara byrjaði að taka við markaðin en heima fyrst. Nákvæmlega. Hverjir eru svona helstu samkeppnisaðilar? Bíóeffekt, Bláa lónið? Já, í rauninni. En er ekki Bláa lónið miklu meira? Það er fyrir ferðamenn, það er kannski ekkit Íslendingun er ekkit að kaupa það. Það er ekki líka svo dýrt. Það er bara nákvæmlega þannig og ég er miklu ódýrari heldur en þau öll. Og það er ekki það að það sé út af endilega skorti á gæðum, ég hef bara lagt áherslu á það, svona stendur þetta upp í hillu til dæmis, af hverju að vera með umbúðir ef ég ætla að reyna að vera samkeppnishæf, við til dæmis erlendu merkin, sem ég finnst í rauninni vera stærstu samkeppnisaðilarnir mínir, mér finnst ég ekki verið í beinni samkeppni við Bíóeffekt eða við Bláa lónið, það er bara allt annar markhópur, það eru túristanir sem vilja einhvern veginn þetta Bláa lóns dæmi og þau eru náttúrulega Bíóeffekt allavega með risa presence í Kína og Íslandsmarkaður er bara frekar lítill. Það eru kannski ekki að sinna hún eða bara svona auka? Já, í rauninni, það er í rauninni bara auka hjá þeim. Þannig að mér finnst í rauninni, stærsti samkeppnisaðili minn eru erlendu merkin sem eru í sömu svona verðkategóri og ég. Þannig að mér finnst bara mjög sterkt, mér finnst það bara galopið sko. Mér finnst það bara no-brainer að fyrir Íslandsmerki að koma sér fyrir þannig. Já, þú ert líka búin að vera dugleg að vera með svona kynningar í búðunum, eða ekki? Jú, einmitt, við erum með kynningar í Lyfju og svona. Það væntanlega skila sér mjög vel. Já, það skila sér mjög vel, en líka bara það sem hefur skilað sér líka fáránlega vel er að ég er að dreifa sjálf sem að þýðir að ég fer eftir bara einu sinni í viku eða eitthvað, þá er ég bara mætt upp í Lyfju Smáralind eða Hagkaup Smáralind og ég er bara að tala við fólki í búðinu og ég er bara komið dótturskinn-sendingu og fólk sem er að vinna í búðunum það að þau hafi einhverja tengingu við mig þá er það svona, heyrðu bara hluti af einhvern sölupunkti hjá þeim sem ég hef heyrt frá þeim hluti á sölupunktunum er bara ég meina hún kom með vörunar inn áðan og þetta er bara ung stelpa sem er bak við þetta og þetta er dótturskinn, þetta er íslenskt og bara hún var inn bara rétt áðan og það er svona, það er ákveðin að fá fólki sem er að fá fólki sem er actually að selja vörunar í búðunum sjálfum með sér í lið, með því að vera bara hana þetta er náttúrulega bara þessi tenging nákvæmlega að starfsfólkið sem eru þau sem eru að selja vöruna mína fyrir mig, essentially og fyrir Lyfju eða fyrir Hagkaup eða fyrir Lyfjuver að það sé svona eitthvað, það sé einhver tenging við mig og það var svona pínu surprising að það að vera að sinna dreifingunni sjálf bara andliti á baku vörumerki að ég bara mætt þarna klukkan 9 með kassa og hjálpa þeim að tala við þeim exif og seta og segja bara, hvernig hafa sölunar gengið og bara geðveikt vel og komin einhverju konu henni í gæri og kaupa 13 stykki og hún býr úti og ég bara, vá það fá einhvern veginn þetta fær feedbacki líka bara beint í æð og líka bara vera með einhverju tengingu við þetta fólk þau eru bara þau muna líka eftir þegar fólk fer að spyrja húðvörur og svona einmitt og það vil bara skila sér mjög vel að það gerir þetta líka skemmtilegt fyrir mig að bara, að vera í tengslum við þetta fólk sem er einhvern veginn síðan að fara og segja við mig, heyrðu eða við viðskiptavinn segja, heyrðu mann, það er sérum, heyrðu þetta hér er frábært bara,
dóttir skinn og bara þau hafa einhverja sögu að segja, þau bara vita hvernig ég lít út og ég veit hvað þau heita og skilur, það er svona og það er þetta sem hefur verið mjög valuable fyrir mig. Já. Hvað þú varst að koma út núna með serumið, ekki byrjað að selja það? Jú, byrjað að selja í júlí. Já, það er bara svona nýlegt. Já, og það er svona follow-up beint eftir sólarverðina. Já, einmitt. Það kom eiginlega bara, minna 2 vikum að vera í slett ár. Já. Og já, það hefur náttúrulega bara gengið fáránlega vel. Og einmitt, talandi hvatvísi. Já. Að mjög hvatvís, keypti mér svona lagði pening í það, svona á hvað fjárfesta í svona launchinu, svona auglýsingum og vera með birtingar í einhverju svona strætóskýlum og eitthvað, sem fyrir mig var bara, þú veist, ég eigði ekki jack í auglýsingakostnað, sem galið, búin að selja upp sólarverðina, búin að selja upp serumið, bæði bara á, þú veist, auglýsingakostnað sem næri ekki svona lágmarkslaunum, bara yfir allt árið, sko. Og þá var það svona, þetta var alveg major fjárfesting fyrir mig, alvöru peningur fyrir mig að eyða, sem er svona örugglega krúttlegt bara fyrir mörgum sem eru í eigin rekstri, og vera bara eitthvað, ok, þú veist, þetta er geðveikt og bara, svona, ok, heyrðu, það eru 2 dagar eftir þessum birtingum í þessu strætóskýlum, bara hvernig get ég nýtt þetta sem best, og þá voru við með myndir af seruminu upp á þessu strætóskýlum og módelið á myndinni, og ég hugsa, veistu, ég bara, það er 48 tímar eftir þessu, ég ætla bara að posta í story núna, ég ætla að fá fólk til að taka myndir af strætóskýlunum, taka selfie með strætóskýlunum og posta í story að senda mér það og bara gefa þeim vöru. Já, þau gera það. Ef þau gera það. Og það, ég fór gjössanlú böndunum. Það var bara, ég var hvatvís, ég bara, ég þarf bara að nýta þetta betur, mér finnst ég ekki búin að fá nógu mikið út úr þessum strætóskýlum, en þú veist, það er svona minna áþreifanlegt þegar þú ert með birtingu. Já, það getur skilað sér eftir viku, 2 mánuði. Já, einmitt, og það er meira bara svona awareness dæmi. Þú ert ekki að tella einhver klikk, sko. Nei, nákvæmlega, og ég fæ ekkert feedback heldur eins og þú ert með stafrænar auglýsingar, skilur, þar sem ég bara, bara, þú veist, 100 vefsjúklikks eitthvað. Þá var ég bara, það er ég bara búin að eyða ógeðslega miklum peningin í einhverjum birtingar og bara, mér finnst ég ekkert vera fá út úr þessu og bara ég bara, fuck it, ég ætla bara að posta þessu og hafa hennan leik, bara búið til gjafleik út úr þessu. Það voru sko fleiri 100 manns sem að bara fara út á götuna, við erum að tala sko bara fólk frá Eyjum, bara veistu, 4 manna fjölskyldu frá Eyjum sem gerði sér ferð í Mosó til að taka sér mynd með strætóskýlunni í Mosó, stelpur úr Þorlókshöfn, vinahópar að keyra til Reykjavíkur, gera einhverja skemmtilega ferð út úr þessu, bara einhverja fjölskyldur í á Akranesi sem fórum eitt í Mosó og svona næst bænum, yst í bænum fyrir styst fyrir þau að fara frá Akranesi til að fara og taka mynda sem með auglýsingaskiltinu og það bara fucking flaug af stað og ég vissi ekkert í rauninni hvernig það myndi enda svona vel, en þetta voru bara yfir 200-250 mann sem að tók þátt í þessum gjafaleik og ég þurfti bara að sitja. Já, og þetta var í rauninni bara í gangi í 10 tíma eða eitthvað, því ég var bara, þú veist, þetta er alltaf mikið, ég get ekki gefið svona mikið af vörum bara, þú veist, þetta er miklu meira en ég gerði mig grein fyrir og ég þurfti bara að setja stoppa, ég sá þetta sko. Einmitt, já, og það var víst einn af þessum hlutum þar sem ég var bara að vera hvatvís og ég gerði bara eitthvað og það bara skilaði sér svona vel. Þetta er svona ákveð gorilla marketing move, svona öðru vísi sko, hvað að fara úr bóksunni sko. Já, fyrir mér meika þetta bara gett mikið sens, bara fólk að taka selfie við auglýsingaskiltið, ég hugsa að ég nota það, þú veist, fyrir eitthvað annað campaign, bara svona ég er dóttir, já, bara einmitt, bara fyrir markasetningu, bara sína fólki sem er líka á bak við að styðja brandið. Einmitt. Og þetta var æðislegt, þetta var svo gaman líka, bara einhvern fjölskyldur að segja mig frá því, bara já, við fórum með börnun okkar í bæinn til að taka mynd af þessu, bara við hlökkum ógeðslega til að prófa vörunin og ég bara það er náttúrulega geggjað. Bara hvað meinarðu? Þetta er gali og það var ákveðin svona, það var smá svona community building sem er einmitt það sem að dóttir ásöldu svona að vera. Já, svona ákveðið svona samfélag og... Já, það er þessi íslenski andi sem er bara svona
svona þrautsegur, sterkur, bara fyrir eitthvað kaldur, bara svona gengur í hlutina og við bara svona, það ákveðin stemning í Íslendingum sem bara mjög sérstök og mér langar svolítið svona að dóttir verði svolítið svona. Já, þetta náttúrulega dótturskinn, þetta náttúrulega mjög sterk tenging í nafninu við Ísland. Hvernig var svona nafni til? Hvernig kemur svona dóttir? Það kemur náttúrulega út af stelpunum, Anni og Katrinu. Já. Það var svona fyrsta, það er náttúrulega að hafa verið svolítið svona kóinu, dóttir í Bandaríkjunum og svona. Já, einmitt. Svo líka bara fyrir mig, meika þetta líka bara sens. Já. Þú veist, svona, jafnvel þó það væri farnar út úr þessu, þá bara, þú veist, þegar upp í stæði, þá ég líka bara dóttir. Og og meika líka svona sérstaklega mikinn sens, jafnvel þó það væri eftir á, þú veist, þegar ég missi pappa, og þá verður þetta svona, hann verður alltaf svona súrt sætt að hann hafi ekki getað séð það svona, þetta verkefni verða raunveruleika. Já. En vissi af þessu var fyrstu til að prófa sólarvörnina, að þá svona, þetta verður alltaf, sú tenging verður líka alltaf sterkari og sterkari. Já. Ég hugsaði að rýbranda þegar stelpunni fór út eitthvað svona, ætti ég að breyta, og svo var ég bara nei, þú veist, þetta bara. Það er mjög gott nafn og sérstaklega þú með þess að þú ert að tala að fókus á íslenska markað að tengja þetta svona sterklega við Ísland sko. Og hafa þetta bara sem household name. Já. Og þú veist, hvað er dóttir annað en household name, svona ángríns. Einmitt. Já, þetta svona, mér finnst þetta alltaf að vera svolítið svona skrifað í skýin. Og þá var það akkurat þetta, þú bara sá fræjum út allt, þú veist, tala hlutinu uppátt. Spyrja fólk ráða og leyfa einhvern veginn bara svona alheiminum svolítið að do its thing og treysta því að maður geti tekið við því sem koma skal. Já. Og ég bara spennt fyrir hvað sé vændum. Já. Þetta bara þetta draumi líkast, þú veist, þetta bara draumur minn. Ég bara að lifa draumnum akkurat núna. Já. Þegar þú spurt mig fyrir 5 árum síðan, 6 árum síðan, hvað er draumur þinn? Það væri bara nákvæmlega þetta. Já, það er svo verðt núna. Nákvæmlega. Já, en hvernig svona eins og þú veist, með reksturn og rekstarlega séð, þú veist, ertu með mikið lager, þarftu að panta þetta fyrirfram úti og tekur einhver tíma að fá þetta heim og svona. Er það ekki svolítið fín lína? Þú vilt náttúrulega ekki vera með of mikið lager en ekki of lítinn heldur, sko. Einmitt, það er einmitt einn af þessum hlutum sem ég er að læra. Já. Birgðastýring og alls konar svona sem ég náttúrulega sem bara efnafræðingur hef aldrei lært neitt Nei. En þú veist, þegar maður byrjar að gera ekstra áætlun og eitthvað svona, þá þarf náttúrulega birgðastýring að vera hluti af þessu og þú veist, það tekur einhverja mánuði að fá vörunar, þú veist, það getur tekið 4 til 6 mánuði. Já, það er alveg það. Já. Og þá verður að vera búin að passa, stilla markasetningun og alltaf svona vita nákvæmlega. Já. En svo er það líka bara þannig að stundum veit maður ekkert endilega hlutinni breytast á örstundu og þá þarf það að vera bara það var bara græja hlutin að nunna. Já. Bara gera það núna. Helst í gær. Og ég er mjög góð í því. Já. Sem bara, ég mynd manneskja með ADHD, það er stundum þannig, bara lífið er bara þannig, þú ert bara að redda þér og bara gera hlutina núna. Já. Þú ert að gera það eins og seint. Einmitt. En maður er alltaf að læra, maður er alltaf að vera betri í því að skipuleggja og gera réttar ráðstafanir og bara, læra á markaðinn, læra á neytendunar, en þetta hefur allt gengið bara eins og í sögu, sko. Veist, að þetta er líka smá svona tilfinning fyrir mig allavega. Það er svona að því að ég er svo mikið inn í öllu. Þú veist nákvæmlega hvað er í gangi. Að ég veit nákvæmlega hvað er í gangi. Já. Hverju einasta sinni, að þá er það smá svona ég ætla bara að setja inn pöntu núna ef ég er ekki bara að fá þetta fyrir febrúar. Já. Þú ert ekki eitthvað liggjandi yfir einhverju Excel-skjali? Ekkert endilega, nei. Það er svona ágætlega það er svona smá rigid, finnst mér. Og spáir ekkert endilega alltaf fyrir því, sérstaklega þegar maður er svona ungur, það er ekkert alltaf að spá fyrir því það kemur einhver bóla eða þú veist, það er eitthvað svona sem gerist snöggt. Það er bara eitthvað sem þú treystir. Já. Þannig að ég er bara með frekar lítinn lager, sko, en málið er með það sem er erfitt við þetta líka er að það er svo ógeðslega stórt svona minimum order. Já, það er málið. Yfirleitt 10 stykki.
Já, 10 stykki. Jafnvel 20. Já. Dýrt að fjármagna það kannski og sitja með það á lager og bíða eftir að komi. Það er mjög dýrt. Já, svo semjum greiðslu skilmála og annað sko. Bæði við byrgjan og svo búðirnar. Já. Klárlega. Já, þetta er bara partur af programmet sko. Það er bara bæði að læra. Ég er svolítið svona, já, myndi ég segja svona mjög svona átakafælin eða svona hef verið svona gegnum tíðina svona, já, átakafælin svona á erfitt með að vera eitthvað svona kannski ekki fullkomin manneski til þess að sitja inn og vera í einhverju samningaviðræðum eða semja með eitthvað eða komi vera í einhverju svona. Já, meinar. Já, ég hélt það. Já. Svona, nei, þú veist, ég svona hrættum hvað hinn muni halda eða já, hvað, en svo bara þetta er bara eitthvað svona dæmi sem þú þarf bara að læra að hrista þér sko. Þú þarf bara að mæta þinn og vera bara, þarf að vera eitthvað smá svona alter ego eða fyrir mig allavega, hefur það þurft að vera að, ég hef ekkert verið feimin við að beða það sem ég vil sko. Þetta er náttúrulega krúsjál í þessu, þetta er náttúrulega, þú veist, eitt að vera með geggjaða vöru og vera með markahóp og annað, en svo þurfa bara tölunar að ganga upp svo að það verði business sko. Nákvæmlega. Það er náttúrulega bara annað sem maður þarf til þess sko. En hvernig svona talandum, þú veist, eins og við tölum að sem í byrjun með ADHD og svona, þú veist, hvernig er það í fyrirtækjareksturinn sjálfum, þú veist? Að því að þú talar þú vilt helst allt gerist bara strax og núna og það er kannski ástæðan okkur hún að gera mikið sko, en þá getur einmitt stundum kannski þá farið í taugunar að aftur á móti að það er ekkert að gera sko. Já, það er kannski eitthvað sem ég á eftir að reka mig þá kannski frekar á bara svona þegar lengra er liðið sko. En þegar að maður er með puttana í öllu og maður vill að hlutinni gerir strax og þá gerist það bara strax. Já, ég er mjög líka sko á sama tíma og ég er myndi ég segja mjög svona kannski svona óþriffull og svona hvatvís og þú veist að ég er með þennan svona, hvernig segir maður svona kraft, svona athafnakraft, já, miklu orku. Á sama tíma er ég líka bara þolinmóðasta manneskja ever, þú veist, ég er mjög nægjusöm svona almennt og mjög auðvelt með að lifa með mjög lítið, þarf mjög lítið til að líða vel. Ég er búin að vera að spila The Long Game sko, þú veist, bara síðan 2018 veist, ekkert er að það er engin ávöxt en ekkert að koma tilbaka, bara ég er að setja einhvern veginn eitthvað út á samfélagsmiðla og bara í vöruþróun í 3 ár, bara þú veist, engar tekjur að skilja sinni í kassan og ég er bara, þú veist, ekki farin að selja náttúrulega og þú veist, og ég er búin að vera að spila The Long Game í mörg ár og það eru svona ákveðnir hlutir sem að ég á auðvitað með að þola það að það sé ekkert að gerast. Já. En svo eru hlutir eins og bara þú veist að gera eitthvað efni eða marketingdæmi eða eitthvað það sem að ég vil hlutinni gerir strax. Fyll á hillunar eða eitthvað svoleiðis. Fyll á hillunar, það er bara fyrst bambúm, búið og gert, bara gengi í verkin strax og ég er ekki að bíða með það. Nei. Ég held maður þurfi bara að læra að kategoræsa í haustum á sig sko. Hvað þarf svona hvað skiptir máli? Já, hvað skiptir máli að geta spilað langa, erfiða leikinn, taktíska leikinn og vera þolinmóður og átt að sjá því að þú ert að sá fræjum sem að koma kannski bara þú veist, coming to fruition bara eftir mörg ár á sama tíma og vera eitthvað það eru þessi hlutir sem að má bara gerast nynna frá morgun eða í næstu viku þá fær maður svona að færa útrásina fyrir því að vera þú veist í þessu hér já. Það er einhvern veginn svolítið svona gert með kleift að spila langa leikinn sko, og vera þolinmóð og vera bara eitthvað ég er bara að treysta að þetta gerist og ég held að það sé líka það sem að bæði dansinn gaf mér það er svona ákveðin ægi taktík vera svona bara róleg og treysta ferlinu og vita þú veist að allt sem ég geri skila sér einhvers þar það er ekkert sem fyrir til spillis í þessum heimi þú veist bara finnst mér það er ávöxtast í einhverju
jafnvel þótt að líti ekki nákvæmlega út eins og þú hélst hvaðan kemur þetta hugafar? Ég held að sé dansinn sko. Ég held að sé dansinn. Ég bara einhvern veginn alltaf svolítið verið víruð þannig að ég bara þú veist, ég veit bara ef ég vil það þá gerist það. Já. Og þú veist, ef ég sé það fyrir mér og ef ég get búið til einhverja mynda í haustum á mér að þá það bara að gerast sko. Og alltaf verið mjög dagdrifin krakki. Já. Bara leiði mér að fantasera sem alls konar hluti. Og ég held að þetta sé líka bara eitthvað sem sumir mjög eðlislegt. Treysta bara ferlinu og vita og trúa bara treysta að kosmosu skili tilbaka því sem þú ert búin að vera að setja átfútt í. Ég meina að hún náttúrulega komið núna með 2 vörur í hillunar sem var bara hugmynd á einhverjum tímapunkti. Þriðja tilbúin. Þriðja tilbúin. Við býðast í flugi. Já, þriðja var hann bara að koma út núna. Já. Hvaða dagur í dag? 11. Já, 9 dagar. Já, ok. Yes, sir. Þú ert að bíða eftir sendingunni bara? Ljóma. Þetta maskinn sem að við erum búin að vera að þróa. Já. Í samstarfi við aðila í kóru. Þetta svona kórusku maski. Já. Og það einmitt líka það er svona þegar þú þekkir markaðan ég vil og ég gerur búin að vera, þú veist, inn í þessu svona lengi. Já. Þú veist hverju er bestur í hverju. Já, einmitt, liggur yfir þessu. Þetta er bara áhugasvið og vinnan. Nákvæmlega. Já. Þannig það að koma út núna 20. október, þannig þetta allt búið að gerast mjög hratt. Það líka út af því að það búið að vera að vinna að þessu. Já. Dóttirskinn búið að vera í bígerð síðan 2001. Já, þetta búið að vera í stöðri þróun. Já, bara konstant. Og ég held líka mögulega að námið hafi líka verið svona, þú veist, að vera í stremnu námi hafi verið svolítið svona fyrir mig líka bara, þú veist, allt sem ég að setja inn í þetta, það kemur aftur tilbaka. Já. Á einhverjum tímapunkti, þú veist. Ég jafnvel þótt að ég sé ekki starfandi efnaverkfræðingur hjá, þú veist, Ölgerðinni eða eitthvað. Eða, þú veist, orkuveitunni eða eitthvað, að þá þá nýtist það allt á einhvern hátt. Já, þetta er mjög gott hug að fara að hafa, sko. Já, það er ekkert sem fyrir til spillis. Nei. Og ég vil meina það. Það er bara svolítið þannig. Já, þannig að núna þá þessu ári eru komin í 3 vörur, hvernig ertu svona að ákveða hvaða vörur þú átt að fara í, þú veist, eins og við tölum bara í byrjun eða þú veist, þú ferð í sólavörðuna sem líklega svona flóknasta varan til þess að byrja á og svo ferð í seríumið og svo ertu að fara í marka núna. Er það bara einhver svona strategía sem þú er búin að sjá hvernig markan er? Ég lærði það náttúrulega, þú veist, ef þú hefði spurt mig fyrir svona 2 árum síðan, bara hvað kæmi á eftir fyrstu sólavörðinu, þá hefði ég örugglega sagt við þig, já, öðruvísi tegund af sólavörð, þú veist, örugglega kemísk sólavörð, eða tinted sólavörð, eða SPF 30, en svona, þú fattar að þegar það verður áþreifanlegt, þetta seasonal vara, að þá það svona, ok, ég þarf að vera með til að halda þessu lifandi og þú þurfum að vera með snirtu vörur bara línu sem með seasonal og líka bara hvernig markaðurinn breytist og bara hegðunin og hjá neytandanum. Já, einmitt. Þá bara svona finnst mér, kemur bara einhvern veginn til mín. Ég er ekkert endilega að þú ofhugsa það eitthvað. Nei. Að vera eitthvað svona, já, þetta er allt geðveikt útpælt, stundum þetta bara, nei, þú veist, actually mér langar bara að gera maska. Já. Og það var þannig í þessi tilfelli, ég var bara, mér langar að gera maska. Bara, þetta er bara það sem mér langar að gera. Og ég svolítið bara svona, gerir hlutina as they come to me. Bara, ég treysti bara fyrstulega innsæðinu mínu og ég treysti því að ég veit hvað ég er að gera, þú veist, ekkert endilega á alla kanta, alls ekki. Nei. En ég veit hvað ég er að gera varandi það, ég veit hvað fólk vill. Að ég veit hvað ég vil og ég er svo einhvern veginn bara en mest í þessu öllu saman, þú veist, bara live, eat, breathe skincare. Að ég treysti bara að ég sé með nógu einhvern veginn svona góða
tilfinningu og gott innsæi fyrir því hvað mun virka og hvað ekki. En auðvitað þarf maður að hugsa það á einhverju levelu, auðvitað bara hversu kostnaðarsamt það að þróa svo vöru eða hversu góð ég í því að gera ekki og setja. Getur þú reiknað það svona fyrirfram hvað kostar að búa til ákveðna vörur? Já. Þá getur þú náttúrulega bara tala við framleiðendur, spurt bara, heyrðu, hvað þið að rukka ef ég gef ykkur formúli ef við þurfum að búa til hvað MOQ, greiði þið pakningar, þar ég að tala við þriðja aðila, finn þá þriðja aðila, fæ tilboð í umbúðnar og svo bara því lengur sem að þú spila leikinn, því betri tilfinningu færið fyrir hvað kostar hvað. Og einmitt. Það bara klálega þannig, þá ertu bara eitthvað, heyrðu, ok, ég þessi framleiðandi á pakningunum, hann bara heldur betur kostnaðarsamari heldur en þessi í þessu landi, sem að ég var búin að tala við áður, ok. Það munar væntanlega svolítið mikið, sérstaklega þarft að framleiða svona mörgum eintökum, sko. Klárlega. Verður svolítið með puttana á púlsum, þannig að hvað að gerast á markaðum. Klárlega, en svo sama tíma að vera með sjúklega vel skilgreint, bara hvað kjarnin á dótturskinn, bara hvað það sem að differentiator okkur, bara fyrsta íslenska sólavörnin. Við erum með serum sem að fucking virkar. Bara, hver svona munun á þessu? Það eru íslensk sjávarensím í þessu serumi sem eru mjög græðandi og þau eru bara, þetta eru kollagenframleiðslu og þú veist, ef þú prófar það innsigla á þessu. Nei, ef þú prófar það, þetta eins og silki. Hvað með handabaki sínar? Og þú getur séð munin á handabökunum á þér dreifir húsi. Þú sér bara munin á handabökunum á þér hvernig þetta fyllir upp í línuna þínar, bara línur sem eru öll með á húðinni. Og hvernig bara áferðin á húðina eru mismandi eftir hvar þú settir serum og ekki. Og þetta alveg svona, fólk að koma aftur og aftur og aftur. Ég hef bara búið að vera út á markaði í 3-4 mánuði. Og sumir eru að kaupa sér bara 3-4 serumið. Þetta húðvaru sem setur á hverjum degi þá? Já. Ég veit ekki mikið þetta, en ég get ímynda mér að ég sé ekki ákveðat markkópurinn samt, sko. Jú, klárlega. Þarf bara að fræða með að spildu þá. Já, og það einmitt, að menn spyrja mig svo oft eitthvað svona, þetta líka fyrir menn? Og ég svona, þetta svo típist, þú veist, að það búið að segja ykkur að þið þurfið að nota snyrtivörur og húðvörur sem að fyrir menn. Það svona, hver munurinn á húðinni minn og húðinni þinni? Absolutt engin, nema það að þú ert bara með skegg. En annars engin munur, sko. Þú veist, það bara, og yfirleitt það þannig að formúlan eins. Og annað með svona maskilin lykt og hitti með kannski meira svona kvenlegri lykt. Og þannig sparaði og svo setja bleika skattin á kvenkynsvöruna og það bara almunun. Það bara markasetning, sko. Það bara, markasetningin bara, þetta fyrir menn og svo þetta fyrir konur. En þú veist, það bara, það meikar ekki sens og pælir í því hvernig húð mín öðru sinn þín. Þannig bara eins og húð öðruvís og milli einstaklinga almennt. Það ekkert með það hvort það hvaða kyn þú ert. Það skiptir engu máli. Þannig að þetta fyrir alla og þetta líka bara geðveikt eftir rakstur til dæmis. Þetta svo græðandi. Og þetta bara þetta geðveikt, alltaf sincere. Þetta væntanlega hjálpar svolítið mikið og leða að koma með fyrir og einni voru yfir í 2. Það breytir miklu. Sjúklega miklu í rekstrinum sjálfum. Já, ég trúi því. Og ég finn svona það aðeins meira svona á mér létt. Upp á komist í gegnum hausti og veturinn og svona sjá fyrir sér, ok, fólk fólk til í þetta, veist. Þetta svo skemmtilegt, þetta bara eiginlega ekki hægt að lýsa í hvað gaman að vinna við þetta. Þetta bara náttúrulega líka bara að sjá hugmynd verða veruleika. Fá svo feedbacki frá viðskiptaranum. Vera bara með eitthvað hugmynd í kollunum svo allt í henni ertu bara búin að framkvæma. Ertu búin að framkvæma þetta og þú heldur á þessu í hendunar og bara bara I did that. Ég gerði þetta. Það insane. Það einstök upplifun. Það einstök upplifun en ég líka mjög þakklátt
fyrir það bara almennt hvað fólk hefur verið stuðningsríkt að fólk einhvern veginn finna fyrir að fólk hafi trúa mér og það sem maður að gera að það skiptir ógeðslega miklu máli og það líka gefur mér eitthvað á dögum þar sem að ég bara horfa á mig í speglum og ég bara, ég veit ekkert hvað ég að gera. Nei. Ég er stundum bara að gera eitthvað. En veit einhver eitthvað hvað hann er að gera? Nákvæmlega. Ég held að það er það ekki bara misskilningur? Þú fattar það með tímanum líka, sko. Svona eins og þegar maður verður fullorðinn. Já. Og svona, já, það eru allir fullorðnir, það eru einhvern veginn allir bara að gera eitthvað, vita kannski aðeins meira en það gerir fyrir nokkrum árum síðan. En eru allir einhvern veginn bara svona að reyna að finna út í hvað sé best að gera. Svona, það er ekkert allir með eitthvað á hreinu. Nei, það er svolítið við höldum að einhver sé með allt á hreinu sko. Það er ekki til svo manneskja sko. Nei, ég er alveg sammála, en þess vegna finnst mér líka svona ógeðslega mikill superpower að geta hlusta á innsæði sitt. Af því að innsæði þetta er ekki, það kemur ekki bara einhvers stað frá sko. Þú veist, það er ekki, kemur ekki bara loftinu sko. Innsæðið er bara unconscious partur af heilanum sem þekkir hlutina við hvernig þeir virka. Þú hefur kannski ekki endilega aðganga með consciously eða eitthvað að hugsa þá að vera svona, herði já, þetta er best að gera. Já. Skilur, þetta er bara, þú veist, þetta er eitthvað svona programming í heilunum að þér, þar sem að þú færð bara gut feeling, þú færð í magan bara, herði, nei, þetta er rétt ákvörðun. Og treysta því að vita að innsæðið þitt er byggt á einhverju. Það er, þú veist, þetta er bara data, skilur, sem að þú getur ekki endilega að talað upp. Nei. En heiliðinn heldur utan alltaf að geta treyst innsæðinu sínu og vera bara eitthvað herða nei þetta er það sem ég þarf að gera eða þetta er það sem ég ætla að gera þetta er það sem er best í stöðinni að geta treyst í sko treyst sjálfur sér Þú ert væntanlega með einhverja vöru núna myndi ég reikna með í þróun líka Já, ég elska það er nóg í bígerð nóg hugmyndum mér langar að gera það er svo margt sem ég langar að gera. Við vorum til dæmis að sækja núna styrk hjá Tækniþróunarsjóði. Já. Til þess að fara áfram með tækni sem ég er búin að liggja svolítið á. Ok. Fannst það mjög óraunhæft þangað til ég sagði það upphátt. Við vinur minn daginn og hann bara af hverju ertu ekki bara að setja allt í sölunar með þetta. Ég svona ég bara ekki svar við þessu bara já, góða punktur og daginn eftir þá gerði ég Tækniþróunarsjóði í vöxt að halda áfram með það svo fyndið, það er svona sleppar ekkert undan sjálfum þér, þú veist, þegar þú ert að pæla í hlutum það er svona þó að það hafi ekki komið upp og ég hef ekki gengið í verkið akkur þá, því ég var ekki alveg viss að þá einhvern veginn er það bara svolítið líka að maranerast kemur út á réttum tíma og ég held að það verði ruglað dæmi, geti verið bara game changer en vonandi að fá við styrkin ef ekki þá mun ég samt halda áfram að vinna í samt keraðast það? Já, absolutt bara það er gaman að vera hugmyndafrjóður, það er svona Já, sérstaklega gaman sko að þú ert óhrættur að hrinda mig framkvæmd. Einmitt. Það er svona, þetta er einmitt svona misskilningurinn eða svona hugmyndin sem fólk færa því að vera einmitt eitthvað svona, já, úr efnafræðingur úr verkfræðingur að vinna með eitthvað ákveðið dæmi, þú veist að það sé ekkert að fólk sem er skapandi einhvern veginn muni missa svolítið svona tenginguna við það að vera skapandi og kreatív manneskja Já, þegar að vinna við þetta. Já, þegar þú ert að vinna við eitthvað geðveikt svona raunvísindatengt eða svona í einhverju vísindastarfi að þá sé þar með sagt að þá missur allan potential til þess að gera eitthvað skapandi og kreatív og búa eitthvað til. Það er bara alls ekki þannig. Það er bara, þú veist, ég meira af svona polarizing svona, hvernig segir maður? Bara þáttum sem þú getur samtvinna inn í það sem þú ert að gera, eitthvað sem að keyri þig áfram. Þú veist að ég hef alltaf verið skapandi, ég var dansari, var ég að, þú veist, að bú til danssýningar og vann sem choreographer í mörg ár og það er svona skapandi hlið að mér að búa eitthvað til og tónlist og búa til efni að ná einhvern veginn að, þú veist, að
að leyfa þessum hluta af mér að vera lifandi á sama tíma og ég í einhvern veginn svona vísinda nörda lab dæminu mínu að ná að samtvinna það einhvern veginn það bara svo sjúklega Ég held að það sé mjög sjaldgæft sko. Einmitt, já, ætli það ekki fyrir mér var þetta bara no-brainer þá var þetta bara svona það er svona 99% af fólki sem einmitt þarna í eins og segir í þessu vísindastofum og það náttúrulega trúi bara að það sé bara inn í ákveðnum kassa sko. Einmitt og farið kannski útrás fyrir eitthvað kreatív hlið bara með því að þú veist að æfa eitthvað það nefnilega þarf miklu meira heldur en fólk gerir sig grein fyrir að hrinda hlutunum í framkvæmd sko. Klárlega, þú þarft alveg að vera svona, fyrsta lagi alveg létt geggjaður sko, þess að bara þú veist, gera hlutin og ekkert endilega vita út í hvað það koma og taka áhættu og vera kvadís og en svo á sama tíma varst að vera létt geggjaður en líka á sama tíma varst að vera frekar bjartsýn manneskja sko. Varst að vera svolítið eðlisfari bara að sjá fyrir og vita að það bara að reddast alltaf bara jafnvel þó það líti ekki eins út þú sást fyrir þér í upphæð þá mun að taka á sig einhverja mynd einhver tíma það bara að treysta því að það komi einhver tíma tilbaka það gera það var líka ákveðin sorg fyrir mig að vera eitthvað hætt í dansi og fara að sitja púður í eitthvað raunvísindanám og ég var bara svona vávist að það draumurinn minn fyrir 2 árum síðan var bara að fara og vera dansar í New York eða LA, skilur það einhvern veginn bara svona tapaður draumur og bara, það ákveðin sorgið í að kveðja einhvern svona stóran part af sér svo var ég bara, nei, byrju actually ég get gert þetta og það bara, þetta var bara no-brainer þetta gerðist bara eitthvað nýtt sem tekur við bara í annari mynd þetta var ekki glataður draumur, þú veist dansinn og öll þessi sköpun og þetta creative dæmi ég meina þetta nýtist mér núna þegar ég í efnisgerð gera, þú veist, sjá fyrir mér auglýsingar hvernig get ég markasett hlutina þú veist, tengslin við þú veist, tónlist og þessa svona skapandi listrænu hliða mér það bara nýtist sjúklega vel í öllu sem ég að gera bara mjög vel, þess að ég segi ég bara þótt að tók ekki sömu loka mynd og ég hafði séð fyrir mér þegar ég var að æfa í 4 tíma á dag að þá umbreytist það, þú veist, það fór ekki til spillis, þetta var bara partur af programmet, skilur. Það alveg rétt, en hvernig dílað þú svona við, þú veist, eins og þú tala mjög jákvæmt viðhorf gagnvart öllum þessum áskorunum sama hvort að hlutin sé að fara vel eða ekki en hvernig dílað þú við það væntanlega bara eins og allir aðrir þá hlýtur að finna fyrir stressun og álæginu hvernig svona processaru það? Hvernig processi það? Þegar náttúrulega rosalega mikið að vera búin að setja einhver ákveðin ári að þróa einhverja vöru og koma það á markað og svo þetta bara linnulaus vinna tekur við, það er ekkert sem að stoppar það var svona, ég verið að setja þetta út og þá get ég aðeins svona slaka og þá slaknar aðeins á þessu og þá verið búið með námi og verið meir frítími og eitthvað og svo bara, nei, actually þú ert bara að vinna 10 svona fucking meira margvað fleiri hluti fyrir þetta sem gera núna heldur en áður ok já, mér finnst það að vera bara, þú veist, tengsl þú veist, bara að tala við fólki sitt og vita líka hvenær þú þarft að leita þér hjálpar þú veist, ég meina ég var 4 vikur í lokaprófum mín, síðustu lokaprófum mín í masternum og ég var bara í miðjunu og bara stremdnasta partinum á vöruþróuninni og ég að gera, þú veist, vinna í umsóknum fyrir tækniþróunarsjóð og vinna í einhverja rannsóknir með einhverja hugmyndir bara brjála að gera í fullu háskólan á mig, skilur þegar ég missi pappa minn og þá þetta svona ok, núna er ég að fara í lokapróf til 4 vikur, bara hvað meinaru bara, og þú veist, ég vinn alla daga í þessu startupi sem ekki fara að skilja af sín einum tekjum en ekki komið vöru, fysikal vöru til þess að selja þá þetta svona, heyrðu, ok bara líka svona, það er svona ákveðin sambland af einhverju svona leyfa sér að vera keyrður áfram emotionally og síðan að jafna það einhvern veginn út með því að vera í tengslinn samt líka við lógína og þá fyrir mig þá var þetta, heyrðu þetta sjúklega mikið bara að missa pappa og bara öll veikindin og allt þetta
og allt sem ég að gera hvað logical hluturinn að gera, það bara drulla til sálfræðings, fara til sálfræðings, tappað af þessum tilfinningum einu sinni í viku þannig að þú hafir mögulega einhverja getur til að strappa inn og setjast fyrir fram bókinu og klára það sem þú ert að gera. Það er leifa bæði að vera lifandi. Mjög oft talað þú veist, í fyrirtækjarekstri, þú þarft að vera logical og þú ert að geta ángrínsand, þarft að geta vera logical og þú veist að vera eitthvað svona intuitive og vera ógeðslega drifin áfram af tilfinningum og þú veist, það er bara fyrir manni og eitthvað, það er bara nei, absolutt not, djöfull ég ósammála. Það er bara ákveðnir hlutir þar sem þú þarft að geta sest niður og vera bara, heyrðu, tölum það make sense. Við þurfum eitthvað að pæla í þessu. En svo er líka ákveðin partur á þessu þar sem að þú ert líka bara manneskja, sko. Þú veist, og þú ert að geta verið í tengslum við fólk. Það er tilfinningalegt. Hvort sem starfsmenn þínir eða samstarfsfólki eða fólki sem að er að þróa fyrir þig vöru eða þróa fyrir þig einhverja hönnun á umbúðum eða hvað sem það er. Það er allt mjög emotional og insight og intuition og það vera með tilfinningu fyrir hlutunum, það er bara highly tilfinningalegt dæmi. Ef þú nærð að blanda í einhvern veginn saman við lógíska partaðir sem er bara, heyrðu, þú veist, rýnum í tölunar að er þetta raunsætt að ef þú nærð einhvern veginn að pínu leyfa því að haldast í hendur og þá er það mjög gott. En þú veist, ég má alveg vera betri í því að tjekka mig út. Það er alltaf mjög erfitt þegar þú ert í þína megin rekstri þá kemur ég heim og þú veist, þú ert ekki búin í vinnu, skilur. Þú veist, er þá bara að svara DMs og einhverjum þú veist, í customer service og svara einhverjum tölvupóstu frá Kóru sem bara, þú veist, 10 tíma mismunur og annar tölvupóstur í Bandaríkjunum og þú bara fór fund klukkan 11 á kvöldið eða eitthvað. En ég bara, eins og ég segi, ég bara treysti sjálfur mér til þess að takast á við það ef það verður of mikið fyrir mig. Og bara outsourca því og það segja bara, ég er bara sjúklega hreinskilin líka við fólki sem ég er að vinna með. Sigrúna Gísla, bara, heyrðu, það kom svolítið eitthvað, bara ég er ógeðslega low in energy bara í þessari viku. Getur þú tekið við þessum bolta? Bara ég get ekki meira, ég er ógeðslega þreytt. Ég er bara að fá að hvíla mig í þessari viku. Já, ekkert mál. Svo bara kem ég aftur inn. Veistu, það eru svona ákveðin hreinskilin samskipti, bæði við þau og við vinkonur mínar, segja líka bara, heyrðu, gætur hjálpa mér, bara þetta er orðið of mikið fyrir mig, bara ég er ekki alveg með pjötan á púlsunum okkur núna. Ég er bara sjúklega þreytt. Það er einhvern veginn allir, eins og ég segi, þú kemur til dyrana sem voru klæddur og þá er fólk líka miklu leiðilegra til að hjálpa þér. Og svo þegar það er ekki hægt, þá er líka bara, hei, kannski ættir bara kíkja til sálfræðings eða fara til markþjálfa eða finna þér eitthvað hobby eða fara að hugleiða eða eitthvað til þess að tjekka það út. Og þar kemur inn eitthvað svona lógík bara, heyrðu, ok, núna þarf ég að strategisa til þess að halda mér intakt. Já, einmitt. Og ég gerði það bara núna, fyrir 2 vikur síðan, þá byrjaði ég aftur eftir 1,5 ár í burtu, eða ekki í þerapíu, ákvað ég að fara heyra aftur í sálfræðingum minn, að því ég var bara svona, heyrðu, núna er ég bara búin að vera í grændinu, síðasta bara 1,5–2 árin. Ég finn núna svona, ég er svona frekar léleg í því svona að sinna mér andlega. Þú veist, ég er til í að taka nokkra tíma núna bara til þess að hvernig segir maður, bara svona endurlæra að koma mér aftur í rútínuna með alls konar hluti sem að ég var búin að koma í einhvern prósess þegar ég var aktíft í þerapíu hér einu sinni í viku. Og þú veist, það er ekki það að mér líður ógeðslega illa, ég finn bara, ég þarf bara að endurvekja þessar venjur sem ég var komin í. Það er bara lógískt, veist, fyrir mér er það bara þannig, það var bara, heyrðu, ok. Það er með dans, tjekkum okkur aftur inn, það er bara, ég þarf að gera ákveðna hluti. Já. Og bara gefa sér tími í það, einhvern veginn. Þetta er náttúrulega eitthvað sem er mjög sjálfgeft að fólk átti sig á sjálft, sko. Já, Þangað til að bara koma út í vegginn, sko, hefur engan annan valkost, sko. Já, satt. Það er ætlaði sé ekki ákveðin færni að vera í tengslu við sjálfa sig og geta stoppið sér af áður en að hlutinni verða og verfið til að díla við. Já. En mér finnst það líka bara að
að vera í tengslum bara, þú veist, við fólki sitt tala hlutina upphátt því það líka bara þú veist, svona humility í því að fyrsta leið geta að tala það hvernig þið líður segja nákvæmlega frá hlutunum ég þú veist, var aldrei að fara að koma í þetta podcast og vera bara eitthvað herði á þetta ekkert mál þú veist, bara, ég bara ógeðslega rational og ég bara XYZ og reyna að þú veist, portraya mig á einhvern ákveðin hátt bara nei, ég tek fullt af ákvörðunum sem bara purely emotionally based sumar þarf ég að vera bara geðveikt lógísk og analytísk og þetta spilar allt saman þú veist, bara outputum mitt í vinnunni og það hvernig mér líður ég þarf að sofa ég þarf að hreyfa mig ég reyni að reyni sem ég get að vera duglega að hreyfa mig og borða gott en þetta kemur allt með kalda vatni ég bara treysti mér til þess að hreyfa mig með bárunni þú veist bara og aldan kemur og leyfinu bara að taka mig það sem hún tekur mig það bara það sem á að gerast og vera ekki of stoltur til þess og vera nógu vera nógu einlægur og þú veist wear your heart on your sleeve og segja bara heyrðu já, ok, það bara tekur mig það sem ég þarf að fara ef að það á einhvern stað sem að reksturinn fara aðeins kannski að gjalda fyrir því í 2 vikur bara verður að hafa það það bara allt í góð það ekki heiminn og jörður ekki bara sko því að ég ákvað að hvíla mig í málstund, nei ángríns það alveg rétt reyna að vera með tærna niður á jörðinni sko ekkert af þessu þess virði veist, það ekki þess virði að fara að reyna að lifa drauminn ef að vil ég bara fucking illa með en ég að því það með ekki reyngan þannig Svona talandu það, hvað myndir þú segja að væri svona að horfa tilbaka síðan og byrja að þróa þessar vörur og hugsa það að færi rekstur sjálf hvað hefur svona verið stærstu mistöki sem mannst eftir en náttúrulega mistök náttúrulega bara lærdómur en eitthvað svona sem er svona minnistætt stór mistök sem ég hef gert oh my god, ég hef gert svo ógeðslega mikið af mistökum shit, að hálfa verið nú ætli að sé ekki að biðja það sem maður vill og svo tala það upphátt það svona þegar maður að vinna með fólki og maður að vinna með einhverjum stórum aðilum að maður svona hugsar og það ákveðnir hlutir sem maður hugsar að já ok, hann veit alveg að ég var ekki til í það eða þú veist það pínu bara svona no-brainer að hlutinni verði svona ef eitthvað kemur upp á eða ef að það einhver mistök sem að gerast eða það eitthvað sem að við missum stjórn á eða eitthvað ófyrirsjánlegt kemur upp á að maður haldi að fólk bara einhvern veginn svona sé bara, þú veist, það sé allir bara automatist að sömu bylgjulengd allir sömu blaðsíu þó að sé ekki endilega búið að ræða það eða skrifa það niður eða setja það í samninga að það held ég svona hlutur sem að, og þetta þú veist, konstant, að maður einhvern veginn alltaf svona heyrðu, ok, næsta þetta verður skriflegt ok svona væntingastjórnun og búast við aðrir nákvæmlega, væntingastjórnun það mjög það mjög gott og kjarnar þetta vel það svona væntingastjórnun þú veist, maður lifir náttúrulega sér heiminn út frá sjálfum sér, skilur og þá var bara svona, nei, þú veist, það bara nóbrunir, þetta aldrei að fara að gerast þau myndi alltaf bara vita eða ég ger bara ráð fyrir að hlutinni verði svona en þú ert ekki endilega það getur verið mjög dýrkeypt, sérstaklega í business það getur verið mjög dýrkeypt, að það svona, það er þessi hluti sem ég svona, heyrðu, ok núna skil ég ok, ég hefði átt að bæta við ákvæði þetta í samningin eða bara ég hefði átt að gera samning yfir höfuð eða svona, ég hefði ekki átt að gera ráð fyrir að hlutinir eru það hefði kannski átt að nefna það að tala þá nákvæmlega það eru þessi hlutir og þótt að það geti verið erfir þess að þegar maður fara að þykja vænt fólk eða maður bara búin að tilfinningar og annað bara þú ert í tengslu við þetta fólk og þú ert að vinna bara, þú ert að séu í Bandaríkjunum og þú ert bara að vinna með þeim annað dag og þú ert orðið bara, heyrðu, það er gott fyrir skemmtifél og Spáni það skilur, það er orðið eitthvað svona og svo allt í einu þarf það að vera eitthvað heyrðu, þetta er ekki það sem við veitum það er svona svona, þá ógeðslega gott að kjarna sig og vera bara, heyrðu, nei, við erum með þetta skriflegt
eða þú veist, þetta er rætt og við vitum hvað fyrir sjónlegt, en svo líka bara alls konar hlutir sem maður gerir ekkert ráð fyrir sem maður gerir þetta síðan bara og maður svona ég gerði ekki ráð fyrir það bara í neinum heimi að svona aðstæður getur komið upp en þess vegna er þetta bara, þú er bara að læra og bara, þetta kemur allt með kalda vatninu bara komið veg fyrir að gerast aftur einmitt, og bara og takast á við að þá líka bara þú veist, að vera þá bara og mér finnst bara að hjálpa oft líka að vera bara einlæg, að segja bara veist, ég verða viðurkenna, ég gerði bara ráð fyrir að það yrði svona, ég hef aldrei gert þetta áður ég vissi ekki alveg að þú veist, gerði mér ekki grein fyrir að þetta getur komið einn svona upp á bara, þú veist mér finnst það geðveikt leiðilegt er eitthvað sem við getum gert og, þú veist, og þá líka bara þú veist, að mæta fólki líka bara sem manneskja og þú veist, að vera bara human það átti að segja því að þau eru líka bara human að sinna vinnunni sinni þetta er bara samskipti nákvæmlega og mér finnst yfirleitt það er alltaf hægt að tala hlutin í gegn sko. Það er alltaf hægt að finna allan langoftast ég held það sko og sérstaklega þegar þú ert tilbúin að mæta með eitthvað svona ákveð humility og þú eru að berskjálda þig og þú eru að segja heyrðu, ég er skeitt bara, ég hefði átt að hugsa fyrir þessu, ég gerði það ekki ég bara hafði ekki hugmyndum það er náttúrulega ákveðin styrkur í því að geta sagt þegar mann er verður á þá treystir fólk ennþá betur nákvæmlega og þá mun fólk líka vera líklega til þess að játa sín eigin mistök og segja, já veistu það ég er búin að vera í svona bransa miklu lengur heldur en þú ég hef átt að þú veist vita að þetta var eitthvað sem við þurftum að ræða eitthvað ég hef átt að kannski spurja þig að ræða þetta bara svona ok og við erum ekki hrædd við að líka vera litla kallinn að vera bara eitthvað ég er bara að byrja sorry, ég gerði fyrir ekki grein fyrir þessu og líka bara að segja fyrirgæðu mér finnst það geðveikt leiðilegt og er þessi svona tilfinningalegi partur þar sem að ég er bara svona lógík á ekkert alltaf heima þarna það má líka bara, þú veist, sitja fyrir framan einhvern og segja bara mér finnst það geðveikt leiðilegt ég vona þetta að þú veist, hafi ekki áhrif bara okkar samband og bara okkar samvinnu þegar lengra líður bara ég átt að vita betur og ég er bara að læra það er svona þetta er líka tilfinningalegt mér finnst alltaf eitthvað svona alltaf svona business bækur og business podcast sem eru bara nei, þú þarf bara það er einhvern veginn svona, veistu hvað ég meina? Ég veit hvað þetta er. Já, að ég er svona, vá hvað ég er ósammála. Mér finnst það bara virka langt best að bara koma til dyluna nákvæmlega svo ég er klædd. Já, það er alveg góða punktur. Reynda business bækun sem ég er búin að lesa eru kannski ekki bara logíkin, það er líka tilfinningin sko. Það er bara mjög mikið við höfum partur af því. Að því að menna í öllu sem gerir hvort þessi business eða lífinu, þú ert alltaf að díla við fólk. Og það er alltaf tilfinninga þegar þú díla við fólk sko. Það er alltaf samskipti sko. Það er alveg rétt. Og það er flóknari partur, það er auðveldari partur en að láta töluna ganga upp sko. Það veist, Excel-skjali er ekki með tilfinningar sko. Það er alveg rétt, nákvæmlega. Og Excel-skjali hefur ekkert endilega sans fyrir því hvernig fólk hægðar sér. Alls ekki, þú getur ekki sett fólk í Excel sko. Það verður heimurinn aðeins öðruvísi sko. Það verður heimurinn aðeins öðruvísi. Þú veit væri að þægilegt fyrir svo ógeðslega margar sem eru svona Excel-típan ég bæði, finnst mér ég er svona það er alltaf að vera skipulagt ég elska, allt litakóð allt litakóð öll e-mail allt labeled í möppum er það kannski aðeins svo mikið? Nei það serves me good ég það er aðeins svo mikið og það er aðeins svo mikið þegar það kemur að reikningunum mínum folder skipulaginu dótskinn það var aðeins svo mikið þá var ég svona heyrði og þú ert gengin aðeins langt þú ert slaka aðeins á en með e-mailið þá virkar það mjög vel það er held ég þetta svona ADHD dæmi því að ég skanna ógeðslega hratt í gegnum hlutina oft þá getur það virka vel að vera með eitthvað svona litakóðun eða vera með öppur og það geta haldið utan allt saman en þú veist ef að árið verið 1990 við verum ekki með iCloud og Drive og verum með eitthvað fysikalum öppur þá væri ég bara þá myndi ekki ganga nei, elska mín oh my god kannski, ég veit ekki En hvað er svona því að þú ert svo góð fyrirmynd fyrir svona unga konur sem að eru með eitthvað hugmynd og vilja fara á stað og elta draumann sína eða stofna fyrirtæki eða bara fara sín eigin leið í lífinu.
hvað myndir svona ráðleggja þeim sem að vera að hlusta á þetta? Númer 1, tala hlutina uppátt. Segðu hlutina uppátt. Bara, ég man að því. Það bara svo ógeðslega margt sem að gerist þegar þú segir hlutina uppátt. Bara, mér langar ógeðslega mikið að gera þetta. Það er blótt að segja það með mömmuðina, sko. Í öðru lagi, hætt að pæla svona mikið í því hvað kemur út úr þessu. Já. Og í þriðja lagi, settu stoltið til hliðar. Það bara, þú þarft að þora að berskjalda þig og þora að mistakast og þora að hvernig segir maður, útsetja þig fyrir því að finna fyrir gagnrýni eða höfnun. Já. Það bara, þú þarft bara að draga tjöldum frá, sko. Og það er líka hluti að því að fyrsta skrefið að segja þig fátt það, því þá ertu að þú veist aðeins að opna. Það er svo opna fyrir. Nákvæmlega. Þú ert að opna fyrir það mögulega höfnun, fyrir einhverjar efasemdaraddir til að tala þig niður af því sem þið langar að gera. Og þess að segja, byrja á því að tala um það uppátt. Því oftar sem þú talar um það uppátt, því betur áttur á því að þetta er completely doable. Já. Það er heilinn. He catches up. Hann mun gera það. Þannig að þú veist, bara getur í ímyndaðir hvernig það er að bara eitthvað þróa sína einn sólarvörn og vera síðan bara eitthvað herðu á einhverju tímapunktu og þá þarf fólk að kaupa þetta og það þarf að prófa þetta. Þú veist, ég var bara áður en við launchum að því ég var bara hvað vellir hata vöruna mína. Bara þú veist, þetta er líf mitt og endi, ég er búin að setja allt sem ég á í þetta. Guð mig góður bara, þú veist, ef ég er að fara að fá eitthvað svona neikvæð feedback og fólk bara hatar vöruna og finnst öllum þetta ömurlegt og svona típiska. Það er svo mikil höfnun þegar maður er svona einhvern veginn svona mikið barnið þitt. Já, svona barnið manns. Þetta verður ógeðslega mikil höfnun ef að það er þannig og ef maður er svona emotionally invested í því en svo kemur það líka bara með 10 tíma að þú bara svona, heyrðu, ok fólk mun fíla fólk mun ekki fíla og þora að að expósa þig fyrir höfnun og gagnrýni og þora líka að ganga vel. Já. Það er mjög mikilvægt. Maður er oft hræddari við það. Hvað ef þetta gengur actually upp? Nei, í alvörunni. Það bara, er ég þá að fara að sitja á einhverjum fundum með einhverjum fólki og fara, þú veist, ég veit ekkert hvað ég er að gera. Bara, þú veist, er ég fara að sitja vel hérna einhverjum hákörlum í snirtuvöruiðnaðinum eða, þú veist, í retailing businessinum, bara í hvað heimir er fyrir að sitja í sama herbyggi og Jón Björnsson. Hvað meinaru? Já. Það verður líka ógeðslega skeri. Já. Það bara þora að ganga vel. Þú að vera fyrir höfnun en það setti egoið til hliðar og bara leiði allt í sölunar þú verður bókstaflega einhvað að tapa. Já, þetta er bara mjög góð ráðlegging. Já, ég held það. Svo kannski seinna meira þá þegar ég er búin að læra meira þá kannski breytist það. Já, er þetta ekki alltaf að breytast? Jú, að þóra að reyfa mig sem með bárunni, ég held að sé það sé bara mjög mikilvægt að læra að Go with the flow. Já, reyfa sig með ölduganginum sama þú þú verður stundum undir honum það bara tilta hausnum upp og segja bara heyrðu það er svo draga andan. Já, kemur alltaf upp á endunum. 100%. Einn svona spurning að lokum. Hvar sérðu sjálfað eftir 10 ár? Svona 10 til 15 ár. Ok. Þá verð ég 38 42, 10-15 ár þá verð ég komið 2 börn og verður einhver annar sem að mun sjá svona daglegan rekstur í Dr. Skin en ég verð komið með bara svona ég verð komið með svona rock solid lífæð hjá Dr. Skin ég mun alltaf vera involved í öllu ég mun vera það ég bara þótt að ég sé ekki endilega í þú veist daglega amstrinu en ég held að ég verði bara bara komið fjölskyldu farin að vera með venjulegt svona heimilislíf og reyna svo ég get að halda í einhverju jafnvægi og ef að ég hef rými til þess þá langar maður að kenna ég hef alltaf viljað kenna það er svona human kenna í skóla þá? Já. Eitthvað ákveð sem þú myndi vilja vera að kenna? Nei,
held að sé aðalega bara að vera í hérna svona hafa beinni tengingu við fólk sem eru sem ég. Já, hafa áhrif. Já, hafa áhrif, þú veist, á hérna á einhverju meira direkt sviði, það er svona bara valdefla, þú veist, bæðu ungar konur líka bara unga menn sem eru með, þú veist, ADHD og eru kannski svolítið svona í lausu lofti eða veit ekki hvað það er sem þau vilja eða eru sannfærð að þau hafi ekkert fram á að bjóða, svona eða jafnvel þau sem koma frá svona erfiðum heimilum eða svona hafa ekkert endilega einhvern í sínu horni til þess að segja, heyrðu, ég sé þig, bara þú stendur sjúklega vel, sjúklega góður í þessu, bara leið mér að segja þér það. Og mér langar að geta verið með svona meira greiðara aðganga bara af ungu fólki, þú veist, að hafa þau áhrif, það er hægt að hafa áhrif, þú veist, með því að vera einhver svona í samfélaginu, en það er alltaf einhver fjarlægð, þannig að ég held að ég verið mjög til í að sinna einhvers konar kenna, vera með námskeið mögulega, vera með einhver svona sem að nærir þennan part af mér, það sem að mér langar að vera. Getur haft góð áhrif. Já, nákvæmlega. Sem þú ert náttúrulega að byrja að gera núna á samfélagsmiðlum. Já, vonandi. Vonandi, já, það er samt svona, það er ekki nógu fjarlægi meiri. Fjarlægin er aðeins meiri. Já. Og maður getur kannski svona influensað. Þú getur samt haft áhrif á sko fleiri. Já, satt. Já. Það er mjög rétt. En ég held að ég hefði með dreymur að geta gert bæði. Þú veist að vera með þetta samfélagslega sem mig langar að, þú veist, bara hjálpa einhvern veginn fólki að átta sig á því hvers virði þau eru og þú veist hvað það er sem þau eru góð í og bara hjálpa þeim að svona sjá að það er ekkit endilega alltaf svona hefðbundin leiðirnar sem eru bestar eða ganga fyrir alla en á sama tíma vera með þú veist þennan draum eða reksturinn með snyrtivörunar vera bara komið með alvöru presens heima og já og þá leifa einhverjum öðrum sem er góður í því sem þau gera leifa þeim að þú veist vera hluti af reksturinnum og bara þú veist hreyfast með öldunni þegar ég er kannski aðeins svona eldri og ég er svona komið börn og þú veist það er svona, ég sé það fyrir mér. Það er annar kafli komin. Já, annar kafli komin en vera samt bara, heyrðu, þú veist, dóttir er eitthvað, það er eitthvað substance, það er eitthvað til þess að halda áfram. Já. Einhver sem er þá kannski yngri en ég eða með öðru sem menntun eða svona öðru sem rætur, það er svona, þetta er allt mjög spennandi. Ég sé það fyrir mér, en ég er ekki með nein, hvernig segir maður, svona materialistic plön. Nei. Það er bara eitthvað sem að... Þú ert ekki búin að negla niður hvað þú vilt að vera margar vörur komnar eftir? Nei, elska mig, það kemur bara ef það kemur, sko. Það bara, ég ætla bara að leyfa því að gerast helst náttúrulega bara, þú veist, 10-15 vörur eitthvað. Já. Í það minnsta, en vera þá bara orðin hásvöld vara, en ég er ekki með nein efnahagslega svona fjármála markmið. Nei. Mér finnst það eyðileggja áruna. Það er svoleiðis. Já, mér finnst það eyðileggja áruna að vera einhvern veginn upptekin af því sem að kemur út úr því. Þú veist, þegar orkan er sett í ferlið að skapa eitthvað sem er of value, kemur hitt. Já, bara afleitt. Ég trúi því, já, það er bara afleitt. Það er bara afleitt þess, þau skapa verðmæti fyrir aðra. Einmitt, að já, mér líður heldur ekki sérstaklega vel þar. Nei. Ég er, já. Er eitthvað annað sem þú vilt bæta við? Hversu þú ert ekki búin að koma fram? Nei, ekki sjálf á mig. Nei. Ég var kannski bara til að rósa þér, þú ert ógeðslega... Rósa mér? Já, þú ert sjúklega góður í þessu. Það er bara mjög gaman að tala við. Sem leiðis, bara mjög gott spjall og bara takk aðeinslega fyrir að koma og gefa þér tíma. Takk sem við leiðist, takk fyrir að vilja fá mig. Það var an honor. Já, gaman að heyra það. Að vilja fá mig í íslenska drauminn, það var geðveikt. Ég elska. Já, ekki. Takk fyrir að bjóða mér. Gangið vel með þetta. Takk fyrir. Takk. Sem við leiðist. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farið inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loftið.